1, 2, 3, 4, 2, 1.
Skulum bara byrja. Gott kvöld, ég býð ykkur velkomin á bæjarstjórnarfund Vestmannaeyja. Þessi fundur er númer 1545 og haldinn í Einarsstofu 28. mars 2019 klukkan 18:06. Bæjarfulltrúi Elías Jónsson hefur boðað forföll og boðaður hefur verið varamaður í hans stað Guðmundur Ásgeirsson. Einnig hefur Helga Kristín Kolbeins boðað forföll og boðaður hefur verið varamaður í hennar stað Eyþór Harðarson. Ég býð þá velkomna á fundinn. Í fjarveru forseta stýri ég fundi og segi fund settan. Í útsendir dagskrá voru 11 mál. Dagskráin er á þessa leið. Fyrsta mál, framkvæmd á hafnaráðfundur nr. 230. Annað mál, fræðsluráðfundur nr. 313. Þriðja mál, bæjaráðfundur nr. 3094. Fjórða mál, fjölskyldu- og tómstundaráðfundur nr. 225. Fimmta mál, umhverfis- og skipulagsráðfundur nr. 301. Sjötta mál, bæjaráðfundur nr. 3095. Sjöunda mál, umhverfis- og skipulagsráðfundur nr. 302. Áttunda mál, fjölskyldu- og tómstundaráðfundur nr. 226. Níunda mál, framkvæmd á hafnaráðfundur nr. 231. Tíunda mál, fræðsluráðfundur nr. 314. Og 11. mál, umræðum samgöngumál. Nú göngum við til dagskrár. Fyrsta mál, framkvæmd á hafnaráðfundur nr. 230. Þar eru liðir 1-4 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem því samþykkir. Bæjarfulltrúar gefi atkvæðamerki sitt. Það eru 7 atkvæði. Annað mál, fræðsluráðfundur nr. 313. Það hefur verið óskað eftir umræðu í 7. lið sem gjaldskrá leikskóla. Liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Gjaldskrá leikskóla, umræður gjaldskrá leikskólana, niðurstaða. Fræðsluráð samþykki fyrir sitt leyti að afsláttur forgangshópa, einstæðra og þar sem báðir foreldrar eru ekki í lánshafi námi, verið hækkaður úr 30% í 40% frá 1. maí 2019. Samkvæmt útreikningu framkvæmdastjóra fjölskyldu- og fræðslusviðs er kostnaðurinn á slíkum breytingum 500 til 600.000, sem er óverulegt hlutfall af rekstri leikskólamála. Fulltrúar minnihluta óskuðu eftir umræðu og er orðið laust. Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég ætlaði bara svona rétt að koma upp og ræða þennan lið. Það er þarna breyting á gjaldskrá og er að hleypur nokkra 100.000 krónur samkvæmt bæði umræðu í ráðinu, en samkvæmt framkvæmdastjóra þá virðist vera svigrúm til þess að mæta þessu og það er bara ánægjulegt að það sé hægt að koma til móts við þennan viðkvæma hóp. En ég ætla bara svona að vekja athygli á því að þó svo þetta manni finnist 500-600.000 krónur vera lítil upphæð svona í stóra samhenginu, að þá er það bara þannig að það safnast alltaf þegar saman kemur og nokkra svona litlar ákvarðanir verða fljótt að í rauninni stóru máli, og eins og fram kemur í fleiri málum sem við tökum hér á þessum fundi, að þá eru það margar svona ákvarðanir sem að valda því að það verður þessi snjóbolti sem að smátt og smátt hleður utan á sig og endanum verður þungur. Þannig að ég bara minni á það að við þurfum alltaf að fara varlega og einstaklega varlega, sérstaklega þegar að tímar eru erfiðir eins og við erum að horfa fram á svo víða í dag. Og bara líka minna það að við höfum og erum og viljum halda áfram að gera vel við barnafjölskyldur. Takk fyrir. Takk að Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Íris Róbersdóttir gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar. Ég var ánægð að sjá að það var svigrúm til þess að koma til móts við þessa forgangshópa og það kom fram í þessari könnun hjá ASÍ að við höfum aðeins dregist aftur úr í þessu afslætti. En þessu bara að fagna, 500 til 600.000 eru auðvitað ekki há fjárhæð með að við fjárhæð en skiptir fólkið sem er að fá afslátt gríðarlega miklu máli. Í dag eru 21 barn sem falla undir viðkomandi dvalagjald sem að nýtur afsláttar og fyrir þessa einstaklinga, foreldra sem standa að þessum börnum, þá skiptir þetta máli og því fagna ég þessari niðurstöðu ráðsins og með leyfi forseta má ég bera fram bók. Meirihluti JHH-lista fagnar því að afsláttur fyrir forgangshópa, einstæðara og þar sem báðir foreldrar eru ekki lánshæfi námi verði hækkaður úr 30% í 40% frá 1. maí 2019. Samkvæmt útreikningum framkvæmdastjóra fjölskyldu- og fræðslusviðs er kostnaður af slíkum breytingum 500 til 600.000 sem er óverulegt hlutfall af rekstri leikskólamála. Þakka Elísu Róbersdóttur fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Svo virðist ekki vera. Við skulum greiða atkvæði, bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Þessum lið, lið 7. Það eru 7 atkvæði. Það eru liðir 1 til 6 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Þriðja mál. Já, gjör svo. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Fá hér að gera grein fyrir atkvæði mínu við afgreiðslu þessarar fundagerðar. En það er í sjálfu sér allt gott að blessa sem er hér til umræðu, en við upphaf þessarar fundagerðar var greitt atkvæði að taka málinn á fund sem var greitt atkvæði og féll á þann veg að þá var meiri hluti ráðsins var mótfallið því að taka það mál inn. Það mál varðaði viðbyggingu við Hamarsskóla sem hafði verið til umræðu á fundurum undan og var búið að ákveða að taka inn til umræðu á næsta fundi ráðsins en var síðan ekki gert. Þannig að bara fá að gera grein fyrir því að það sé fært til bókar að ég gagnrýni þau vinnubrögð sem við voru í fræðsluráði og hjá meirihluta ráðsins er varða mál sem tengjast viðbyggingu Hamarsskóla. Það var óeðlilegt af hálfu meirihlutans að taka málið inn til umfjöllunar á fundinum eins og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskuðu eftir í samræði við það sem áður hafi verið ákveðið í formlegri bókur ráðsins. Það var gerð athugasemd og hvorki formaður né varaformaður ráðsins sátu umræddan fund og eðlilegt hefði verið að fresta fundi. Er þetta atkvæði fundagerð? Hvað var Er þetta bókun eða hvað? Ég bara gera grein fyrir atkvæðinu. Það er bókun. Skulum við halda áfram. Þriðja mál bæjarráð númer 3094. Það hefur verið óskað umræðu í 11. lið sem er umræðu fyrirhugaða breytingu á sýslumannsembættinu í Vestmannaeyjum. Liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Umræða fyrirhugaðar breytingar á sýslumannsembættinu í Vestmannaeyjum. Niðurstaða. Bæjarráð lýsir áhyggjum af þeirri stöðu sem uppi komin varðandi embætti sýslumanns í Vestmannaeyjum. Ljóst er að með tilfærslu sýslumannsins í önnur verkefni og setningu sýslumannsins á Suðurlandi yfir embættið í Vestmannaeyjum getur komið til skerðingar og þjónustu við bæjarbúa. Bæjarráð lítur það alvarlegum augum að enn fækki opinberum störfum í Vestmannaeyjum þrátt fyrir stefnu stjórnvalda sem felur í sig jafnt aðgengi landsmanna að þjónustu hins opinbera. Bæjarráð skorar á dómsmálaráðherra að endurskoða ákvörðun sýslumannsembættið í Vestmannaeyjum og stuðla að því að embættið verði eflt með tilfærslu nýrra verkefna til Vestmannaeyja. Þá verði staða löglegs sérfræðings tafarlaust sett á stofn með embættið
til að sinna fyrirliggjandi og væntanlegum framtíðarverkefnum þar til að embætti sýslumanns í Vestmannaeyjum verður auglýst laust til umsóknar að nýju. Fulltrúar meirihluta óska eftir umræðu. Var orðið laust? Njáll Ragnarsson, Björnsson. Forseti, þetta sýslumannsmál hér til umræðu úr bæjarráði 3094. fundi og það hefur verið mikið rætt bæði á fundum okkar og svo á óformlegum fundum sem við höfum átt bæjarráðið og sömuleiðis með ráðherra sem reyndar ekki ráðherra lengur og þetta allt til alvarlegasta mál og sýnir að við þurfum sífellt að vera vakandi gagnvart ríkinu þegar að kemur að því að verja það sem við höfum og það rauninni alveg furðulegt hvað við þurfum alltaf að vera á varðbergi gagnvart ríki. Það nú ekki mikið af störfum ekki mikið af opinberum störfum hlutfallslega sem eru hérna í Vestmannaeyjum en við viljum að sjálfsögðu standa mjög fast og gæta þeirra sem að þó eru hérna. Þetta alveg, eins og ég segi, maður langþreyttur á þessu í gegnum tíðina og það kannski allt í lagi að rifja það upp að á sínum tíma að þá var sjúkrahúsið okkar var tekið frá okkur, hjartað úr sjúkrahúsinu í Vestmannaeyjum var tekið og það var með nákvæmlega sömu rökum, það átti að hagræða í rekstri, það átti að gera allt einhvern veginn straumlínulagara og þetta þýddi það að hjartað var tekið og fært upp á sjúkrahús, upp á Selfossi með tilheyrandi þjónustu skerðingu sem hefur orðið raun. Og núna nákvæmlega verið að gera það sama með sýslumanninn, þá að fara að straumlínulaga þessi embætti og á Excel-skjalinu lítur þetta mjög vel út en við sitjum hérna upp í Vestmannaeyjum með engan sýslumann. Sýslumann á Suðurlandi orðinn sýslumaður í Vestmannaeyjum og þetta allt gert án þess að bæjaryfirvöld í Vestmannaeyjum hafi hugmynd hvað sé að gerast. Og þetta það sem kannski svona sérkennilegast í þessu að bæði í tilviki sjúkrahússins og sýslumannsins að þá sitja í ríkisstjórn ráðherrar ákveðins flokks sem að sitja hérna í bæjarstjórn Vestmannaeyja og þriðji ráðherrann núna að tala að skerða framlög til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og allt þetta ráðherrar sama flokksins og þá hlýtur maður að spyrja sig bara á hvaða vegferð þetta fólk sé. Við sem búum á landsbyggðinni, við hljótum að í ljósi þessa í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar stendur það skýrt að allir landsmenn, sama hvar þeir búa, eiga rétt á sömu þjónustu. Og það getur verið torvelt fyrir Vestmannaeyinga að sækja sér þjónustu þar sem við búum á eyju, þannig að við hljótum að ítreka það við hið opinbera að við séum í ákveðinni sérstöðu hér í Vestmannaeyjum. Mér langar aðeins að fá að bera hérna upp stutta bókun og ég óska eftir því að vinir mínir hér í Sjálfstæðisflokknum taki nú undir þetta. Og þetta rauninni sambærilegt og kom frá bæjarráði af þessum fundi. En það hljóðar svo með leyfi forseta. Bæjarstjórn átelur vinnubrögð ráðherra og ráðuneytis í máli sýslumannsins í Vestmannaeyjum. Ekkert samráð var haft við bæjarstjórn Vestmannaeyja þegar ákvörðun tilfærslu sýslumannsins var ákveðin. Ljóst að með tilfærslunni getur komið til skerðingar á þjónustu við bæjarbúa. Enn fækkar opinberum störfum í Vestmannaeyjum þrátt fyrir að stefna stjórnvalda sé jafnt aðgengi landsmanna að þjónustu hins opinbera. Bæjarstjórn Vestmannaeyja tekur undir niðurstöðu bæjarráðs og skorar á nýsettan dómsmálaráðherra að endurskoða ákvörðun forvara síns sýslumannsembættið í Vestmannaeyjum og stuðla að því að embættið verði eflt með tilfærslu nýrra verkefna til Vestmannaeyja. Þá verði staða löglærðs sérfræðings tafarlaust sett á stofn með embættið til að sinna fyrirliggjandi og væntanlegum framtíðarverkefnum þar til að embætti sýslumannsins í Vestmannaeyjum verður auglýst laust til umsóknar að nýju. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Stíg Halldórsson, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, sýslumannssembandið, það auðvitað óþolandi að þetta mál skuli vera komið hér aftur og vera einhvern veginn á sama stað og það var hér fyrir nokkrum árum síðan. Og hér var búið að vera slagur í 12 ár að halda hér, að hafa hér sýslumann í Vestmannaeyjum, og það eru ekki langt síðan að það var ákveðið að hér skyldi vera sýslumaður og hér skyldi vera lögreglustjóri, og var það mikill slagur sem vannst meðal annars með tilstilli þingmanna og ráðherra Sjálfstæðisflokksins, og voru það góðar ákvarðanir, og þá stóð maður í þeirri trú að þetta væri fullnaða sigur og við þyrftum ekki að ágjöra þessu að minnsta kosti ekki bráð. En hér stöndum við skömmu síðar og erum að ræða nákvæmlega sama mál, og með nákvæmlega sömu rökum viljum við hafa hér sýslumann, og líkt og þá létum við í okkur heyra, og ég vona að við gerum það nú, og að sjálfsögðu tökum við á heilum hug undir þessa bókun, og enda hún svo sem á svipum nótum, og málið var rætt í bæjarráði, og við fórum í kjölfarið á fund við settan sýslumann og áttum ágætis fund með honum, og síðan átti bæjarráð óformlegan fund við ráðherra, líkt og kom hér fram í máli formanns bæjarráðs, og sömuleiðis höfum við í Sjálfstæðisflokknum að sjálfsögðu verið í sambandi við ráðherra og okkar þingmenn, og það kom fram í máli ráðherra að það var ekkert ákveðið í þessum efnum, en þetta auðvitað svona tótt sem hefur áður verið gefin hér með aðrar stofnanir sem eru reknar á ríkinu hér í bæ, og þess vegna auðvitað bæjarfulltrúar og bæjarbúar hafa miklar áhyggjur af því að þetta sé skrefið að því að þetta fari frá okkur, og þess vegna erum við bara nálum yfir þessu, og viljum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að reyna að koma í veg fyrir að einhverjar svona hugmyndir verði látnar fara í gegn, og við þurfum svo að láta heyra í okkur bara eins hátt og við getum og á sem flestum vígstöðum, og allir taki þennan slag, og við bara tökum heils hugar undir þessa bókun. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir, fleiri sem vilja ræða þetta. Svo virðist ekki vera, við skulum greiða atkvæði. Bæjarfulltrúar gefi atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir. 7 bæjarfulltrúar. Það eru liðir 1-10 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefi atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Fjórða mál, fjölskyldu- og tómstundaráð nr. 225. Það hefur verið óskað eftir umræðu í lið 4, heilsuefling fyrir eldri borgara, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Heilsuefling fyrir eldri borgara, niðurstaða. Með gerð fjárhagsáætlunar 2019 var ákveðið að taka þátt í Janus heilsueflingu fyrir 65 ára og eldri. Þá var gert ráð fyrir 8 milljónum í verkefnið. Unnið er að samningi við Janus heilsueflingu að verkefni verið kynnt nú á vordögum fyrir íbúa Vestmannaeyja sem tilheyra þessum aldurshópi, og áætlað er að verkefni hefjist í haust. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að fjöldi þátttakenda sé 50, en að kröfu Janusar er gert ráð fyrir 80 þáttttakendum. Huga þarf að auknum fjölda við gerð fjárhagsáætlana fyrir árið 2020. Ekki þarf að gera ráð fyrir auknum fjárheimildum fyrir árið 2019, þar sem verkefni fyrir seinna af stað en áætlað var. Gera þarf ráð fyrir viðbóta fjárhæð við gerð fjárhagsáætlana 2020. Fulltrúar meirihluta óskað eftir umræðu og er orðið laust. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég vil bara vekja athygli á þessu máli, heilsueflingu eldri borgara. Þetta er mjög jákvætt verkefni og þetta er mikilvægt forvarnarverkefni, og Samband íslenskra sveitarfélaga er búið að taka upp samtal við ríkið að byrja svona forvarnarverkefni sem er byggt á þessu módeli sem Janus er með, og þeir horfa til þess, og nú er komin biðröð sveitarfélaga að komast inn í verkefnið,
Hann getur bara tekið ákveðin mörg sveitarfélög einu meðan að koma svo stað. Þannig það jákvætt að við skildum hafa komið stað og verið komin á stað og þetta komið bara vel og veg. Þessi samningur við Janus og það sem að mér finnst, sko að því það verið að tala töluna, við ætlum að horfa til 50 sem var hámarks þáttaka, 80 hámarks þáttaka, verkefni fer af stað þó að verði færri, en allavega ætlaði ég að fá að bera bókum með leyfi forseta. Og þið breytið henni þá bara, ég tók mér það besta leyfi að byrja hana á bæjarstjórn. Bæjarstjórn lýsir ánægju sinni með það að verið sé að klára samningin Janusarverkefnið. Stefnt á að verkefni verið kynnt fyrir þáttakendum í vor og byrjað á fullum krafti í haust. Forsvarsmenn verkefnisins eru að hefja þjálfun á fólki sem mun sjá verkefnið í Eyjum og setja upp æfingaáætlanir og skipuleggja fræðsluerindi. Verkefnið forvarnaverkefni og tengiliður Vestmannaeyjabær fyrir verkefninu Sólrún Gunnarsdóttir en Þór Vilhjálmsson tengiliður eldri borgara. Bókuríkur. Og mér langar að bæta því við að Félag eldri borgara í Vestmannaeyjum og nýstofnað öldungaráð hefur lýst mikilli ánægju með það að Vestmannaeyjabær sé að fara í þetta verkefni. Þannig ég bara mjög stolt að ég að taka þátt í þessu. Þakka Íris Róbersdóttur fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjör svo vel. Takk fyrir þetta forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég tek bara undir það sem hér hefur komið fram og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu bara taka undir þessa bókun. Það jákvætt að verið sé að hlúa að heilsu eldri borgara. Forvarnir eru gríðarlega mikilvægar. Heilsubrestur getur verið samfélaginu kostnaðarsamur. Þannig að ég og við fögnum þessu framtaki. Takk. Já. Þakka Hildur Sólveigar Sigurðardóttur fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Svo ekki. Við skulum greiða atkvæði. Bæjarfulltrúar gefi atkvæðamerki sitt sem eru það samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Það eru liðir 1 til 3 og 5 til 6 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefi atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Fimmta mál, umhverfis- og skipulagsráð númer 301. Það er liður 1 sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta kemur frá byggingafulltrúa. Deiluskipulag á athafnasvæði AT3 við flugvöll. Tekin fyrir lýsing deiluskipulags á athafnasvæði AT3 við flugvöll. Í lýsingunni koma fram skipulagsáherslur, upplýsingar og forsendur, fyrirliggjandi stefnu aðalskipulags og fyrirhugað skipulagsferli. Niðurstaða: ráðið samþykkir að kynna og senda skipulagslýsingu til umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnar aðila með vísan til 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Vísa til afgreiðslu bæjarstjórnar. Forseti ætlar aðeins að fá að taka til máls í þessum lið. Mikil eftirspurn hefur verið á lóðum á athafnasvæðum en fáar lóðir hafa verið í boði og í dag eru engar lóðir lausar og því mikilvægt að þetta sé komið í skipulagsferli. Ákveðið var að áfangaskipta deiluskipulagsgerðinni og byrja á svæðinu vestan Dalavegar. Í seinni áföngum verður farið í svæðið austan við Dalaveg en það eru dalabúið með hesthúsum, útihúsum og ásamt beitilandi og fleira. Þetta ferli er að taka 12 mánuði og við erum bara rétt að byrja. Því er brýnt að fara í þessa vinnu. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Svo virðist ekki vera skulum við greiða atkvæði. Þeir eru bæjarfulltrúar sem eru samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Það er annar liður sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta kemur frá byggingafulltrúa. Ómanleitisvegur, breytt skipulag. Að lokinni grenndarkynningu samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 er lögð fram að nýju breytingatillaga deiliskipulags. Tillagan gerir ráð fyrir breytingum á byggingaskilmálum lóða nr. 26. Á lóðin er bætt við byggingarreit fyrir 50 fermetra þjónustuhús og 8 11 fermetra byggingarreitum fyrir smáhýsi. 1 bréf barst ráðinu.
Niðurstaða. Ráðið samþykkir skipulagsbreytingar, ráðið hafnar athugasemdum sem bárust og felur skipulagsfulltrúa að svara bréfritara. Vísa til afgreiðslu bæjarstjórnar. Vilja bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Ef ekki, þá greiðum við atkvæði. Þeir sem eru samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar samþykkir. Það er liður 3 sem liggur fyrir til umræðu staðfestinga. Þetta kemur frá byggingafulltrúa. Hleðslulaust fyrir rafmagnsferju. Að lokinni grenndarkynningu samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 er lögð fram að nýju breytingartillaga deiliskipulags. Tillagan gerir ráð fyrir byggingarreit og aðstöðu varðandi hleðslubúnað fyrir nýja Vestmannaeyjaferju við Básaskersbryggju. 1 bréf barst ráðinu. Niðurstaða. Ráðið samþykkir skipulagsbreytingar og felur skipulagsfulltrúa að svara bréfritara. Vísa til afgreiðslu bæjarstjórnar. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta? Ef ekki, þá greiðum við atkvæði. Þeir sem eru samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem eru samþykkir. Þá förum við í lið 4-9 sem liggur fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru til samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem eru til samþykkir. 7. mál bæjarráð nr. 3095. Það hefur óskað eftir umræðu í 1. lið sem er almenn umræðu stöðu loðnuviða 2019. Liggur fyrir til umræðu staðfestingar. Almenn umræðu stöðu loðnuviða 2019. Á fundi bæjarstjórnar 28. febrúar síðastliðinn fór bæjarstjórn fjármálastjóra Vestmannaeyjabæjar að fara yfir fjárhagsleg áhrif yfirvofandi loðnubrests og meta hvort að forsendubresti sé fyrir tekjuáætlun fjárhagsáætlana, aðalsjóðs og hafnarsjóðs. Fyrir bæjarráði liggur minnisblað áhrif loðnubrests á fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar. Niðurstaða. Ljóst er að loðnubresturinn hefur töluverð efnahagsleg áhrif á samfélagið í Eyjum. Fyrir utan tekjuskerðingu fyrirtækja má gera ráð fyrir að starfsmenn sjávarútvegsfyrirtækjanna tveggja verði af 620 til 630 milljón króna launatekjum og slíkt hefur að sjálfsögðu mjög mikil efnahagsleg áhrif. Áætla má að útvarpstekjur Vestmannaeyjabæjar skerðist rúmar 90 milljónir króna og þá að eftir taka tillit til tapar og útsvarstekna sem tilkomnar eru vegna launatekna í afleiddri starfsemi. Ekki liggja fyrir forsendur til að áætla slíkt tap, en 5-10 ársverk iðnaðarmanna gæti þýtt tapaðar útvarpstekjur að fjárhæð 7-14 milljónir króna. Auk þess má gera ráð fyrir að Vestmannaeyjahöfn verði af tekjum 33-41 milljón króna. Þessum tekjur eru varlega áætlaðar í fjárhagsáætlun ársins 2019 en niðurstaða matsins á þá leið að loðnubresturinn einn og sér hafi ekki í för með sér forsendubrest á tekjuhlið fjárhagsáætlunar Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2019. Hins vegar er ekki svigrúm til mikið fleiri áfalla í tekjuáætlun Vestmannaeyjabæjar. Verði tekjurnar í samræmi við áætlun í stað línulegra hækkunar undanfarinna ára mun það hafa töluverð áhrif á rekstur bæjarins. Vestmannaeyjabær Þekkingarsetur Vestmannaeyja og fyrirtæki í sjávarútvegi munu standa fyrir opna fundinn þann 27. mars næstkomandi þar sem farið verður yfir áhrif loðnubrests og stöðuna. Samþykkt með 2 atkvæðum H- og E-lista gegn 1 atkvæði D-lista. Bókun. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði lagði fram eftirfarandi bókun. Nú liggur fyrir að loðnubrestur mun verða í sjávarútvegi með tilheyrandi óvissu. Einnig ber að nefna að mikil skerðing er á kvóta í humri á þessu ári. Í þessu samhengi má nefna að 1/3 loðnukvótans er í Vestmannaeyjum. Fjöldi kjarasamninga eru lausir ásamt því að yfirvofandi er skerðing framlaga á jöfnunarsjóði upp á tugi milljóna fyrir Vestmannaeyjabæ. Samkvæmt minnisblaðinu er áætlað að tekjur sveitarfélagsins kunna skerðast allt að 145 milljónir vegna loðnubrests. Í minnisblaðinu kemur einnig fram að ekki verði horft fram hjá því að ekki sé svigrúm til frekari áfalla í tekjuáætlun Vestmannaeyjabæjar og verði tekjurnar í samræmi við áætlun í stað línulegra hækkunar muni það hafa mikil áhrif á rekstur bæjarins. Þessa samantekt fjármálastjóra ber að taka alvarlega og er full ástæða til að bregðast við sem fyrst af festu og yfirvegun með aðgerðum til hagræðingar í rekstri sveitarfélagsins. Afgreiðsla fulltrúa E- og H-lista á minnisblaðinu á þann máta að ekki sé þörf á neinum aðgerðum varðandi fjárhagsáætlun sveitarfélagsins er óábyrg. Sérstaklega í ljósi þess að rekstrarniðurstaða sveitarsjóðs er nú þegar neikvæð rúma 32 milljónir fyrir fjármunatekjur. Sú rekstrarniðurstaða verður því mínus 177 milljónir fyrir fjármunatekjur gangi áætlun fjármálastjórum tekjumissi eftir.
Slíkt kallar eðli máls samkvæmt á hagræðingaraðgerðir í rekstri. Trausti Hjaltason. Undir þetta rita Trausti Hjaltason. Bókun. Fulltrúar E og H-lista lögðu fram eftirfarandi bókun. Fulltrúar E og H-lista treysta mati fjármálastjóra bæjarins að ekki sé ástæða til þess að taka upp fjárhagsáætlun þar sem tekjutap sem hlýst af loðnubresti felur ekki í för með sér forsendubrest fjárhagsáætlana. Á sjálfsögðu ber að taka tekjutapi bæjarins alvarlega og verður náið fylgst með gangi mála í sjávarútvegi á næstu misserum. Undir þetta rita Njáll Ragnarsson og Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Fulltrúar meirihlutans óska eftir umræðu og er orðilaust. Íris Róbensdóttir gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, því miður er loðnubresturinn orðinn staðreynd og eins og margt hefur komið fram í máli allra sem hafa talað hérna þetta, bæði á stórum fundi sem haldinn var hérna þriðjudaginn og minnst var á í bókun bæjarráðs, að þá er höggið gríðarlega mikið. Ef miðað er með vertið bæði 2017 og 2018 sem voru nánast jafn stórar, tekjulega séð, 18 milljarðar, í kringum 18 milljarðar báðar, þá er höggið fyrir sveitafélagi 6 milljarðar. Þetta er mjög stórt högg. Þetta er tæplega 100 milljón króna tekjutap í útsvarstekjur hjá bænum, tæplega 40 milljónir hjá höfninni, 140 milljónir í heildina, en það kom samt fram í minnisblaði fjármálastjóra að það væri ekki þörf á að taka upp tekjuhlið fjárhagsáætlunar. Það er rými fyrir þessu, en það er ekki rými fyrir neinu öðru. Auðvitað tökum við það mjög alvarlega og staðan er nefnilega þannig að sem betur fer þá getum við, kjörnir fulltrúar, tekið upp fjárhagsáætlun hvenær sem er á árinu. Þetta var ekki eina tækifæri til að taka hann upp þarna á þessum fundi miðjan mars og munum að sjálfsögðu fylgjast mjög vel með. En það sem og við ættum að hafa áhyggjur af eru áhrifin á samfélagið. Þetta eru 620 milljónir í launatekjur hjá 280 heimilum. 16% heimila í Vestmannaeyjum verður fyrir höggi út af þessu, fyrir utan samfélagslegu áhrifin sem að við þurfum að skoða betur. En varðandi þetta þá er hérna úr rauntekjur, útsvarstekjur bæjarsjóðs í fyrra 2431 milljón. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir 2336 milljónum í útsvarstekjur. Þarna er ákveðið svigrúm. Ef það væri línuleg hækkun eins og verið hefur, sem við reiknum nú ekki með út á láninni, þá hefði vægt að vera 180 milljónum hærri heldur en það sem lagt er til, það sem við lögðum upp með í fjárhagsáætlun. Það er bara gott og við eigum að vera stolt af því að við gerum varlegar tekjuáætlanir þegar við erum að leggja fram fjárhagsáætlun og það hefur verið vinnuhefð sem verið hefur hjá Vestmannaeyjabæ og að sjálfsögðu héldum við áfram. Þetta var þessi fjárhagsáætlun samþykkt 7-0. Það voru bara allir mjög ánægðir með hana. En á svona tímum þá er það ekki það fyrsta sem opinberir aðilar gera, er að fara að draga saman seglin. Og varðandi framkvæmda hliðina, þá er ég ekki að tala um rekstrarlið, ég er að tala um framkvæmdirnar. Að þegar við heyrum núna að það er verið að fara að segja upp fólk sem hefur verið iðnaðarmenn og aðrir sem eru í vinnu, þá skiptir máli að sveitarfélagi sé að framkvæma. Og það skiptir máli að sveitarfélagi geti framkvæmt það sem áætlað er. Við erum með 2 mjög stóra framkvæmdir núna. Við erum með niður í Ísfélagshúsinu, íbúð fyrir fatlaða sem Stein og Óli eru með, sem er stórt verkefni og áætlað 200 milljónir í það á þessu ári. Og við erum líka, ætlum vonandi að fara að byggja nýja slökkvistöð og áætlaðir í það 100 milljónir á þessu ári. Það skiptir máli að sveitarfélagi sé að setja fé í framkvæmdir á svona tímum, en við þurfum jafnframt að fara varlega, fylgjast með, en við eigum heldur ekki að fara að taka upp áætlun þegar við leggjum upp við framkvæmdastjóra sveitarfélagsins að fara í gegnum þessa hluti, fara í gegnum reksturinn, þegar búið er að fara í gegnum það með okkur, þegar búið að leggja það á borð fyrir okkur, að hann telji ekki þörf á því, en hann telur klárlega þörf á því að fylgjast með og það gerum við, vegna þess að bæjarráð getur hvenær sem er tekið upp fjárhagsáætlunina. Og við munum sjálfsögðu fylgjast með og gera það, af því þetta er grafalvarleg staða. En það skiptir máli eins og ég sagði áðan, lendaræði mín á því, að við þurfum að vita
hve mikil samfélagsleg áhrif loðnubresturinn hefur. Við þurfum að vita það nákvæmlega til þess að geta til dæmis tekið umræðuna við núverandi sjávarútvegsráðherra sem segir bara sjávarútvegssveitarfélögin vera að taka þetta högg. Það eru 2 sveitarfélög sem taka 80% af högginu. Það er Vestmannaeyjabær og Fjarðabyggð. Þetta eru sveitarfélög sem eru langstæðst í loðnu og bara í uppsjávar veiðiheimildum almennt. Þannig að við þurfum að skoða þetta og greina stöðuna til þess að vera viðbúin til að bregðast því næst, til þess að við getum verið með rök fyrir því hversu mikið samfélagslega áhrif þetta hefur. Þetta er gríðarlegt högg en við, eins og fyrirtækin, og það kom fram á þessum fundi, þau telja sig geta komist út úr þessu en vilja auðvitað láta laga umhverfi greinarinnar. Og þetta er dauðafæri fyrir sveitarfélagið að fara í þá vegferð að þrýsta á það að til dæmis eins og það að séu setti meiri peningar í loðnurannsóknir. Það er bara, hvernig er staðan á því að það kostar 1,8 milljónir fyrir skipin sem eru með sama búnað og hafrannsóknarskipin, til dæmis skip Ísfélagsins sem fór núna í loðnuleit. Það kostar 1,8 milljónir að halda því úti og útgerðarmennirnir greiddu það nú, en það kostar 3 milljónir að halda skipi Hafró. Ég meina, á Hafró að fara að kaupa kannski bara af útgerðinni þetta til þess að geta verið með 2-falt fleiri daga. Það er ýmislegt sem þarf að skoða og það þarf meiri rannsóknir, það þarf að fylgja loðnunni eftir. Við vitum ekkert hvað er verið að gerast núna í loðnunni. Það var ekki gefin út kvóti og engi veit neitt. Þannig það er hlutur sem við höfum að berjast fyrir núna. Þakka Írisi Róbersdóttur fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig þessum leið. Trausti Hjaltason gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, þetta er auðvitað grafalvarlegt mál sem að við höfum öll fundið fyrir núna síðustu daga að það verði þessi loðnubrestur, algjör loðnubrestur og sem betur fer hefur þetta ekki komið fyrir núna í nokkur ár og í bæjarráði var tekin ágætt umræða þetta og það lá fyrir minnisblað frá fjármálastjóra sveitarfélagsins sem var falið að taka saman hvað áhrif þetta hefði á tekjuhlið bæjarins og ráðsmenn gátu kynnt sér þetta minnisblað og í kjölfari var tekin umræða og það eru ekki bara áhrif á tekju sveitarfélagsins og ekki bara beint, heldur er þetta ýmislegt annað. Þetta er þetta launamissi fyrir fjöldan allan af fólki og samdráttur hjá fyrirtækjum og svona afleitt áhrif hér og þar og bara í raun og veru í samfélaginu öllu. Finnum þetta bara á eigin skinni, allir sem búa hér í Vestmannaeyjum. Það sem að mér finnst vera sérstakt í þessu öllu saman er að sveitarfélag sem er með þriðjunginn af aflanum í sínu sveitarfélagi af loðnukvótanum skuli ætla bara að sitja hjá og segja já, halla sér aftur í sætum og segja við þurfum ekki að gera neitt að þessu sinni vegna þess að við getum bara tekið þetta högg. Hvurslags skilaboð eru það til ríkisins ef að sveitarfélag sem er með þriðjung af kvótanum getur sagt já, við getum bara tekið þetta högg, við þurfum ekkert að gera neitt núna en við munum fylgjast með. Það liggur fyrir að það er loðnubrestur, það er bara staðfest. Árið 2017 þá vorum við í fjárhagsáætlanavinnu og þá var mjög slæmt útlit með loðnu og þegar það lá fyrir að það væri allt sem að stefndi í það að það yrði líklega engin loðna, þá var fjárhagsáætlun sveitarfélagsins tekin upp og það var farið í hagræðingaraðgerðir strax. Það var brugðist við strax og það hafði áhrif og ef við bökkum fleiri ár aftur í tíman þá var dregið saman afli í þorskkvóta. Þá var haldinn fundur hér borð í Vestmannaeyjum af sveitarfélaginu og útgerðum og það var farið í niðurskurð í sveitarfélaginu og ríkið var fengið að borðinu og það var farið í mótvægisaðgerðir sem var til þess að við fengum hér fjármagn til þess að fá í þekkingarsetrið og FabLab og fleiri verkefni og það er mikilvægt að sveitarfélagi gefi skýr skilaboð í þessu.
Varðandi þetta tekjutap, þá áætlað í minnisblaðinu að þetta séu 145 milljónir og ég vil bara minna á að í þessari fjárhagsáætlun sem við samþykktum þá rekstrarniðurstaðan fyrir fjármagnsliði mínus 32 milljónir og þannig að við erum með reksturinn þaninn og það ekki mikið svigrúm til þess að, og þetta kjörið tækifæri til þess að bregðast við af ábyrgð og festu. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, því miður þetta raunveruleikinn sem við stöndum frammi fyrir í dag. Að við erum að standa frammi fyrir alvarlegum tekjubrest í okkar samfélagi. Og það líka bara þannig, og við finnum það öll, og það náttúrulega ekki síst í dag augljóst, að það eru bara blikur á lofti. Hagsveiflan sem búin að vera upp á við klárlega að fara að taka dýfu. Og við þurfum bara virkilega að taka þessum aðstæðum alvarlega. Og við þurfum að sýna ábyrgð og fordæmi. Ég fagna þessum fundi sem haldinn var niðri í þekkingarsetri og ánægjulegt að sjá að þangað mættu fjöldi þingmanna og áhugi þeirra á málinu og þar voru framsögur þar sem var verið að fara ítarlega og vel yfir sögu málsins. Við þekkjum náttúrulega hvernig þetta var á síðasta ári þar sem þetta leit illa út en svona bjargaðist fyrir horn og það mikilvægt að núna þegar við stöndum frammi fyrir þessum aðstæðum að við séum skynsum, að við séum að búa í haginn af því að eins og við höfum og eins og ég var að ræða hér áðan í pontu varðandi þessar litlu ákvarðanir sem að verða fjölmargar þar sem við erum að bæta við 500.000 hér, 1 milljón þar í kostnaðar auka í fjárhagsáætlun sem eins og Trausti fór inn á hérna áðan má ekkert mjög mikið út að bregða til að fara að verða neikvæð. Þess vegna ætla ég að fá að leggja fram tillögu hér fyrir hönd bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Tillagan hljómar svo. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að fjárhagsáætlun ársins verði tekin upp og endurskoðuð í ljósi alvarlegrar stöðu í atvinnulífi, fyrst og fremst tengdum loðnubresti og yfirvofandi tekjumissi sveitarfélagsins, ásamt framtíðarskerðingu á tekjum frá jöfnunarsjóði. Nauðsynlegt að grípa til hagræðingar aðgerða og leita allra mögulegra leiða til að milda það högg sem sveitarsjóður mun verða fyrir á komandi mánuðum. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Lögum hefur verið fram. Þú ekki fram tillöguna? Já, ég ætla að fá að tjá mig tillöguna. Já. Jákup Ragnarsson gjörðu svo vel. Já, forseti. Þessi tillaga hér komin fram og það því eðlilegt að við ræðum hana örlítið. Minnisblaðið sem kom frá fjármálastjóra Vestmannaeyjabæjar sem að kemst að því að það sé ekki ástæða til þess að taka upp fjárhagsáætlun vegna þess að svigrúm í fjárhagsáætlun til þess að takast á við tekjutapið sem að loðnubresturinn felur í sér. Og hér áðan var spurt hvers skilaboð það væru að ætla ekki að taka fjárhagsáætlunina upp. Og nú eru Sjálfstæðismenn hér, hún að bera upp tillögu sem að rauninni lýsir algjöru frati á mat fjármálastjóra Vestmannaeyjabæjar á stöðunni. Algjöru frati sem að kemst að því að það þurfi ekki að gera neina sérstakar ráðstafanir, það þurfi að vera á varðbergi en ekki gera neina sérstakar ráðstafanir og þess vegna bara skil ég hreinlega ekki þessa tillögu. Við ætlum að fylgjast með stöðunni að sjálfsögðu og við munum gera það að sjálfsögðu
En að svo stöddu að þá ekki ástæða til þess að mála hér skrattan á vegginn og ætla að fara að hlaupa upp í hund og kött, fara að taka upp fjárhagsáætlun og fara að hagræða í rekstri, og ég hef reyndar ekki heyrt eina einustu hagræðingartillögu koma frá minnihlutanum. Þau eru væntanlega ekki tilbúin með neina hagræðingarkröfu. Snjóboltinn stækkar og stækkar, en ég get allan að sagt það að ég er stoltur af því að geta veitt foreldrum í Vestmannaeyjum aukinn afslátt af leikskólagjöldum. Og ef að það eitthvað snjóbolti sem er ómögulegt að láta stækka og stækka, þá er ég bara mótfallinn því. Það kannski kann okkur að greina á. En ég ítreka það að mati fjármálastjórans ekki ástæða til þess að taka upp fjárhagsáætlun, og þar af leiðandi munum við fylgjast með stöðunni, en við munum að sjálfsögðu leggja traust okkar á mat sérfræðinga Vestmannaeyjabæjar. Þakka Jóni Ragnarssoni fyrir. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti góður, fulltrúar. Ég vil bara taka undir orð Trausta og Hildar, fulltrúa, að ég lýsi bara yfir furðu að menn vilji ekki taka upp fjárhagsáætlun þegar að svona brestur á sér stað. Og ég finnst alveg furðulegt að bæjarfulltrúar meirihlutans beiti fyrir sér einhverju skoðun fjármálastjóra. Ef að það er loðnubrestur í Vestmannaeyjum, þá finnst mér að menn ættu að taka upp áætlun án þess að spurja fjármálastjóra. Því að þetta er svo augljóst mikið tap fyrir bæjarfélagið að menn þurfa að hugsa sinn gang og athuga hvort að þurfi ekki eitthvað að stokka upp fyrirhugaðar framkvæmdir eða útgjöld til næsta árs. Það getur vel verið að upp úr því komi annarkvort að menn geti ekki minnka nein útgjöld eða geti skorið eitthvað niður, en að fara ekki gegnum það finnst mér alveg merkilegt. Takk. Þakka Eyþór Harðarssoni fyrir. Guðmundur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég var búinn að skrifa smá punkta hérna, þeir eru flestir konir fram hérna, þannig að tóku það mér. Ég læt á raka. Það eru hlutir í ytri umhverfi Vestmannaeyjabæjar sem munu hafa áhrif á reksturinn. Það hefur alltaf verið þannig og mun alltaf verða þannig komna framtíð. Mér langar að spyrja bæjarfulltrúan Trausta Hjaltason út í bókunum hans í bæjarfélag. Það tekur hann saman yfirlitum minnisblaðinu og segir að byrja að taka samantekt fjármálastjóra alvarlega, og ég sammála því. Svo heldur hann áfram og segir að það sé full ástæða til að bregðast við þessum fyrsta festu og yfirvegun með aðgerðum til hagræðingar í rekstri sveitarfélagsins. Þar eru nefndar helstu ástæður loðnubrestur, skerðing á humarkvóta, fjöldi lausra kjarasamninga og yfirvofandi skerðing framlaga úr jöfnunarsjóði. Mér langar aðeins að staldra við jöfnunarsjóðspunktinn, en eins og ég skil máli þá veifaði ráðherra þessari hugmynd á fundiðinum og málið á hugmyndastigi. Það ekki komið frumvarp og það rauninni lítið búið að ræða hugmyndina, auk þess eins og ég skil máli að þetta eigi að koma til framkvæmda ef af verður á árinu 2020. En bæjarfulltrúi vill taka upp fjárhagsáætlun ársins 2019 byggt meðal annars á þessum punkti. Eins langar mér að spyrja bæjarfulltrúan hvar vill hann hagræða og hvernig, og hann með tillögur í þeim efnum. Hann lætur í það skína í bókuninni að mat fjármálastjóra bæjarins er rangt, þar sem hann segir að það sé í raun búið að gera ráð fyrir loðnubresti í útsvarsáætlun bæjarins, þar sem að tekjur séu varlega áætlaðar. Treysti bæjarfulltrúan ekki mati fjármálastjóra bæjarins sem sá stærsta hluta vinnu við gerð fjárhagsáætlunar. Ég las yfir minnisblaðið og streikaði yfir nokkrar setningar í því og langar að lesa þær hérna upp í lokin. Í raun er því búið að gera ráð fyrir loðnubresti í útsvarsáætlun bæjarins. Og þó svo að það sé ljóst að loðnubresturinn orsaki ekki forsendubrest í útsvarsáætlun sveitarfélagsins.
Svo síðast ljóst því að loðnubresturinn einn og sér skapar ekki forsendubrest í tekjuáætlun hafnarinnar. Takk. Það er eitt sem ég gleymdi. Það var líka talað þetta punktur áðan að neikvæð staða fjárhagsáætlunar væri neikvæð 32 milljónir fyrir fjárhagsliði. Ég var að skoða fjárhagsáætlunina og þar er hagnaður samstæðunar 92 milljónir fyrir fjárhagsliði. Þannig að ég er ekki alveg að skilja hvernig þið akkur horfið bara á alhlutan í þeim pælingum. Takk. Þakka Guðmundi Ásgeirssyni fyrir. Já. Fleiri sem vilja tjá sig um þessa lið. Trausti Hjaltason gjör svo vel. Bæjarfulltrúar gestir. Það er ekki oft sem mann ekki tækifæra að karpa við fyrirhugaandi endurskoðanda bæjarins ársreikning eða fjárhagsáætlun. Það sem að vakti athygli mína hér í ræðu bæjarfulltrúa Njáls Ragnarssonar og mér finnst einhvern veginn eins og meiri hlutinn sé að skýla sig á bak við þá ákvörðun að ætla ekki að taka upp fjárhagsáætlunina og fara í hagræðingaraðgerðir í rekstrinum séu vegna þess að þau túlka minnisblað fjármálastjórans á þann máta að það þurfi ekki að gera neitt. Það er alveg skýrt í minnisblaði fjármálastjórans að það verður tekjutap. Það er áætlað að tekjutap geti orðið alltaf 145 milljónir og það er alltaf ákvörðun pólitískra fulltrúa. Það er alltaf ákvörðun pólitískra fulltrúa hvort það er að taka upp fjárhagsáætlun eða ekki fjármálastjórnans. Það eru pólitíski fulltrúar sem bera ábyrgð á því og þurfa að taka þessa ákvörðun á sínum forsendum og vega og meta hvernig umhverfið er í kringu þá. Og það er þannig í sveitarsjóði er niðurstaðan neikvæð mínus 32 milljónir fyrir fjármagnsliði í fjárhagsáætlun og það er alveg eðlilegt að skoða það þegar allur kjarnarekstur er í sveitarsjóði og það er vissulega rétt að ef samstæðan er skoðuð þá er niðurstaðan jákvæð en það kemur bara fram í bókunni, í bókunni er bara rætt sveitarsjóð og þegar við spurður hér jöfnunarsjóðinn þessar það er tekið fram í bókunni vegna þess að annað mál á þessum fundi þar er verið að taka fyrir gögn sem að koma varðandi jöfnunarsjóðinn þar sem kemur fram að það er verið að skerða tekjur Vestmannaeyjabæjar úr jöfnunarsjóðum 80 milljónir á næstu 2 árum og ég vil leggja áherslu á það að við erum að tala að skoða reksturinn og reksturinn hann er sá sami þegar þú ert búin að ákveða eitthvað rekstrinum þá er hann sá sami næstu árin nema þú grípir til einhverja hagræðingar að gera. Þess vegna er mikilvægt að bregðast við núna fyrir reksturinn fyrir næstu ár. Þannig að grípa til aðgerða núna og ég er alveg sammála því sem kom hér fram í máli bæjarstjóra að við getum ekkert verið að slá endilega mikið af í framkvæmdum eða slíkt. Það þarf að skoða reksturinn, ekki framkvæmdarhlutann. Trausti Hjaltasyni fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig Íris Ópsdóttir gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mig langar aðeins að upplýsa áfram því það virðast vera smá áhyggjur af því að við tökum þetta ekki alvarlega og það er náttúrulega alls ekki rétt. Eftir þennan fund sem var haldinn og var mjög góður niður þekkingarsetri og upplýsandi og þar komu 4 þingmenn. Það var funda með þessum þingmönnum fyrir fundinn. Fulltrúar þeirra sem héldu fundinn funduðu með þeim og þó sérstaklega þeir sem reka fyrirtæki hérna í bænum, allir þeir sem eiga uppsjávarkvóta funduðu með þingmönnunum og þar var farið yfir það hvaða áherslur þessir aðilar myndur vilja að sveitarfélagið færi í gagnvart þessum þingmönnum og gagnvart Alþingi og hvers konar að því Trausti nefndi mótvægisaðgerðir til dæmis frá 2007 sem við voru yfir mjög mikil
skerðing á kvóta í þorski sem rosalega stórt og sem var inn í framtíðina, var ekki einskiptis eins og núna, við erum rétt að vona að verði lána næsta ári. Þannig það voru svolítið aðrar forsendum með mótvægisaðgerðina þá. Mótvægisaðgerðina sem við hugsum núna komum fram á fundunum á þriðjudaginn, mjög góð erindi hjá honum Sindra Viðarsyni. Það sem snýr að því, og ég nefndi hérna áðan, forgangsatriði hjá þessum fyrirtækjum hér að fá aukið fjármagn í loðnurannsóknir. Þeir telja það mótvægisaðgerðir. Þeir töluðu líka þeir vilja láta afnema stimpilgjöld. Það eru mótvægisaðgerðir fyrir fyrirtækin. Og þetta eru hlutir sem koma frá þeim og við tökum þátt í. Við erum að sjálfsögðu, þetta ekkert grín. Þetta gríðarlegt högg fyrir þetta samfélag. Við erum þannig í sveitsett að við komumst í gegnum það. En við getum ekki tekið annað, þetta ekki léttvægt. Og svo að því að kom inn á hérna Trausti að það væri bara verið að tala A-hlutann, þá væntanlega ertu bara að tala 100 milljónir, af því 40 milljónir af þessum 145 eins og þú nefnir, 45 af þeim í B-hlutanum. Þannig að þú hlýtur þá bara að horfa 100 milljónir eða þú ert að taka þetta svona í sundur. Þakka Íris Róbersdóttir fyrir. Fleiri sem vilja kjósa undir þessum lið? Já, við eftir að kjósa tillöguna. Ef við ekki bara... Já, Hilda Sólveig Sigurðardóttir gerði svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, bara þannig að það komi hérna algjörlega skýrt fram og sé engin vafi því að bæjarfulltrúar meirihlutans hafi verið að brigsla hér sjálfstæðismönnum það að vantreysta embættismönnum og því fer fjarri. Því fer algjörlega fjarri. Við berum fullt traust á bæði fjármálastjóra og aðra embættismenn bæjarins. En það þó þannig að eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasonar, þá bera forsvarsmenn bæjarins, bæjarstjóri og formaður bæjarráðs ábyrgð á málaflokknum og koma með sínar áherslur og ég átta mikið á því að verið sé að firra sig hérna ábyrgð af stýringu bæjarins yfir til fjármálastjóra. Það einfaldlega þannig að það okkar mat að hér ber að staldra við. Í kjölfarið á þessum bæjarráðsfundi hafa komið fram alvarlegt högg til dæmis fyrir ferðaþjónustuna sem vaxandi atvinnugrein hér í Vestmannaeyjum. Þannig að það vissulega eðlilegt að skoða málið og varðandi bæjarstjóri talar mótvægisaðgerðir. Hagræðingaraðgerðir eru mótvægisaðgerðir fyrir samfélagið okkar. Það okkar tækifæri til að grípa inn í. Við getum ekki ætlast þess að allir aðrir gera hlutina fyrir okkur. Málið það líka að í svona aðstæðum þá eigum við að herja á ríkið til að koma að mótvægisaðgerðum fyrir okkur. Við eigum að herja á að það verði eitthvað hér spýtt í fyrir okkur. Við getum tekið á síðasta kjörtímabili var sett á stofn hérna við sveitarfélagið námið Haftengd nýsköpun. Við eigum að horfa í þessa átt. Hvernig getum við nýtt þessa auðlind sem okkur svo ofboðslega mikilvæg betur? Og hvernig getum við sótt okkur tækifæri til þess að fjölga eggjunum okkar í körfunni? Af því við þurfum á fjölbreyttu atvinnulífi að halda. Við þurfum að sýna fram á það að við séum sveitarfélag í sókn sem samt í skynsömum rekstri, sem tilbúið að taka fjárhagsáætlunina og endurskoða hana miðað við aðstæður hverju sinni. Það ekki verið að gera hér. Þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Við skulum greiða atkvæði þessa tillögu. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt. Á ég að lesa hann upp aftur eða? Nei, þetta tillagan frá ykkur. Þeir sem henni samþykkir gefa atkvæðamerki. Fyrirgefðu, ég biðst afsökunar. Þetta tillagan frá ykkur? Þetta tillagan frá ykkur. Það þarf ekkert að lesa hana upp. Það búið að lesa hana. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem samþykkir tillögunni. Það eru 3 bæjarfulltrúar sem samþykkir, þeir sem á móti. Það eru 4 bæjarfulltrúar. Já, gjör svo vel, Hildur Sólveig Sigurðardóttir.
fá að gera grein fyrir atkvæði mínu með því að taka hér fram að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði og telja það óábyrga fjármálastjórn að endurskoða ekki fjárhagsáætlun ársins, heldur ákveði meirihluti H og E-lista að loka augunum fyrir alvarleika málsins og vona bara það besta. Slíkt ber ekki vott vandað og ábyrga fjármálastjórn sveitarfélagsins. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja einnig óásættanlegt að bæjarstjóri og formaður bæjarráðs varpi allri ábyrgð varðandi áætlanagerð og ákvarðanatöku með fjárhagsáætlun yfir á lykil starfsmenn bæjarins, en meirihluti með bæjarstjóra og formann bæjarráðs í forsvari eru ætíð ábyrgir fyrir ákvörðunum varða fjárhag sveitarfélagsins og starfsmenn fylgja síðan þeirra áherslum. Takk að Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Vilja fleiri ræða hennan lið? Guðmundur Óskarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég er með tillögu. Hún er svohljóðandi. Loðnubrestur er orðin staðreynd. Fjárhagslegt högg er gríðarlegt fyrir samfélag eins og Vestmannaeyjar, fólkið, fyrirtækin og sveitarfélagið sem var mikið undir loðnuveiðum og vinnslu loðnuafurða. Mikil umfjöllun hefur verið loðnubrestin enda stórt áfall fyrir þjóðarbúið. Heildartekjur á allri loðnuvertíðin á síðasta ári voru 18 milljarðar króna. Þriðjungur heildar loðnukvótans er hjá fyrirtækjum í Vestmannaeyjum, eru þetta því 6 milljarðar högg fyrir samfélagið. Miðað við árið 2018 verður sveitarfélagið af 140 milljónir króna. Bæjarsjóður 100 milljónir króna eða 4,2% af útsvarstekjum og hafnarsjóður 40 milljónir króna eða 8,3% af tekjum. Mikilvægt er að vita hver mikil áhrif loðnubrestur hefur á samfélagið í Vestmannaeyjum. Bæjarstjórn leggur til að farið verði í greiningu á áhrifum loðnubrests og samfélagið og fenginn til þess óháður sérhæfður aðili og samantektin verði lögð fyrir bæjarráð. Guðmundi Ásgeirssyni fyrir. Vilja einhverju ræða þessa tillögu? Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fulltrúar. Ef ég skil þetta rétt að sé verið að biðja að stinga upp á því að fara í óháða rannsókn á loðnubrestin. Ég ekki skilja það rétt. Ja. Áhrif á samfélagið í Vestmannaeyjum. Áhrif á samfélagið í Vestmannaeyjum. Má ég skoða þetta, svo ég bara farið með rétt mál því ég skoða þetta. Já, bæjarstjórn leggur til að farið verði í greiningu á áhrifum loðnubrest á samfélagið og fengið til sérhæfður aðili, óháður og samantektinu verður lögð fyrir bæjarráð. Ég spyr bara hvað haldið þið fáið út úr þessari óháðu rannsókn annað en þau áhrif sem að við finnum fyrir hérna í Vestmannaeyjum. Haldið þið að kaupa ykkur skýrslu fyrir 1-2 milljónir, kenna okkur eitthvað eða hjálpa okkur eitthvað við þessi áhrif. Ég held að áhrifin séu svipuð og menn að vera að reikna út hérna sjálfir. Og svo er eitthvað sem heitir margfeldisáhrif sem að kannski við tölum oft þegar að við fáum mikla tekjur. Það er eflaust margfeldisáhrif líka þegar að við töpum tekjum. Þannig að þetta er ekki bara þessar 100, 110, 20, 30, 40 milljónir sem að skipti kannski ekki öllu máli nákvæmlega hvað talan heitir. En þetta er bara gríðarlegt högg. Þetta mun hafa áhrif. Við þurfum að vanda okkur við reksturinn næstu árin út af þessu. Það er enginn sem kemur með einhverja skýrslu hérna sem að leysir gátuna fyrir okkur sem að kostar okkur enn 1 milljón óháða skýrsla. Takk. Takk að Eyþór Harðarsyni fyrir. Fleiri sem vilja klása þessa. Trausti Hjaltarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, þér er komin fram afgreiðslutillaga við þetta mál og sem er að fara í úttekt
og ég svo sem hef ekki myndað mér skoðun á þessu og það hefði kannski verið bara ágætt að fá upplýsingar um þetta fyrir fundinn að þetta stæði til og þar af leiðandi mun ég sitja hjá við afgreiðslu á þessari tillögu. Takk að Trausta Hjaltasyni fyrir sóknstóttgjörsvar. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Fyrir að fyrsta, bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson talaði rannsókn, óháða rannsókn. Þetta nú ekki alveg það, þetta akkurat ástæðan fyrir því að við viljum fara í þessa greiningu vegna þess nákvæmlega sem bæjarfulltrúin sagði hérna. Við vitum hvað áhrif þetta hefur á bæinn, við vitum þetta hefur áhrif á fyrirtæki, svo vitum við eitthvað sem margfeldisáhrif, við vitum bara þetta hefur áhrif. Það var kallað eftir því að við ættum að herja á ríkið. Til þess að herja á einhvern peninga þarf þetta að hafa eitthvað í höndunum. Og allir sem komu að skipulagningu þessa fundar sem við vorum í eru sammála það að við þurfum að hafa eitthvað í höndunum til að herja á ríkið. Þess vegna nefndi ég þessi 2 atriði hérna áðan, varðandi loðnurannsóknir og stimpilgjöld til að byrja með, sem að gera gríðarlega mikil fyrir samfélagið hér í Eyjum til þess að lækka kostnað þessara fyrirtækja. Varðandi stimpilgjöldin, ef allt í hennu yrði loðnukvóti hérna, við erum búin að vera með mjög litla loðnuvertíðar, ef það yrði risa loðnuvertíð, Ísfélagið nú búið tilkynna það þeir sé að selja álseg, við værum ekki með flota hérna til að ná loðnunni ef það yrði mjög stór loðnuvertíð. Þetta eru hluti sem skipta máli og mér finnst mjög sérstakt að þessi fari hér upp og gert hálfpartinn grína því að við viljum greina vandann. Mér finnst það mjög leiðilegt og svo annað í framhaldinu sem ég var mjög hissa á. Svo kemur bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason upp og sagði að það verið gott að vita þessu fyrir fundin. Ég upplýsti bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þetta fyrir fundin og sagði þeim við ætlum að leggja fram þessa tillögu. Mér finnst skipta máli að við höfum í höndunum. Við vitum þetta hefur mikil áhrif. Við vitum að þetta er 6 milljarða högg. Við vitum ekki hvaða áhrif þetta hefur á þetta og þetta fyrirtæki. Við vitum ekki hvaða áhrif þetta hefur akkurat á þessa grein starfsemina. Við vitum ekki hvaða áhrif þetta hefur til dæmis á Stein og Olla. Við vitum ekki hvaða áhrif þetta hefur beint á skipaliftuna. Við getum ímyndað okkur það. En við og þeir sem standa og stóða þessum fundi erum sammála það að þetta er mjög mikilvægt að hafa þetta. Og þá ætlum ég bara aðeins að fá að nota orð Sindra Viðarssonar þegar hann sagði það kostaði 45 milljónir að ná í 15 milljarða í viðbútt. Þetta er kostnaður, það er hárrétt Eyþór. Þetta mun kosta, allar skýrslur kosta, en allar skýrslur er ekki óþarfi. Við höfum þá eitthvað í höndunum til þess að sækja peninga. Ég ætla að vona við lendum aldrei í svona höggi áður en við gerum okkur grein fyrir því. Og þess vegna munum við styðja þessa tillögu. Traustallar sitja hjá, Eyþór Harðarson greinilega á móti henni. Það væri gaman að heyra hvað Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur að segja máli. Takk Íris Róbersdóttir fyrir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjör svar. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég er farin að upplifa mig svolítið hérna eins og ég sé myndinni Groundhog Day. Við erum að fara að fjalla enn eina óháðu úttektina. Þetta er gömul sá ný. Það á að fá einhvern annan til þess að vinna vinnuna, annan til þess að koma og taka hlutina saman og finna hvað er að. Ég talaði hérna snjóboltaáhrifi og það er ekki tilviljun að ég var að tala snjóboltaáhrifin. Óháðar úttektir. Það erum við búin að vera eina meðgöngu hér á þessu kjörtímabili. Hér hafa farið fram eða verið sett af stað óháð úttekt á starfsemi hraunbúða, óháð úttekt á fiskiðunni sem var einnig gert í óþökk bæjarstjórnar, fór af stað án samþykkis. Óháð úttekt ákvörðun vegna niðurfellinga fasteignagjalda og nú óháð úttekt loðnubresti. Þetta ég bið bæjarstjóra afsakið að vera ekki að grípa fram í fyrir mér á meðan ég held hér ræðu. Þetta algjörlega að mínu mati verið að varpa ábyrgðin sífellt í hendurnar á öðru. Við þurfum bara að fara hér á stað og við þurfum að
kröftulega á þessu máli eins og við erum búin að leggja hér til. Við erum búin að leggja til að taka reksturinn okkar til endurskoðunar. Þessar úttektir kosta peninga. Hér var verið að kalla eftir hugmyndum hagræðingar aðgerðir. Hvernig væri myndum bara sleppa öllum þessum óháðu úttektum og treysta einmitt starfsmönnunum sem að vinna fyrir okkur til þess að gefa okkur til dæmis eins og með hraunbúðir, til þess að gefa okkur skilning á því máli sem þar fer fram. Varðandi fiskiðjuna, treysta þar starfsfólkinu sem þar fer fram. Ég er vissulega hlynnt því að við skoðum þau áhrif sem að þetta hefur á samfélagið okkar. Ég er alveg hlynnt því að eins og kom fram í góðri yfirferð Sindra Viðarssonar að þrýsta á aðgerðir til þess að við getum kortlagt þessa mikilvægu auðlind okkar betur. En já, ég hefði haft hug á því að starfsmenn Vestmannaeyjabæjar gætu, og bara hef fulla trú á því að þeir gætu vel farið í þessa vinnu og skila tillögum sem að gætu komið áfram með góða viðbót fyrir okkur til að vinna á. Og ég myndi alveg treysta þeim til þess. Og ég persónulega til fjármunum Vestmannaeyjabæjar betur borgið á þann máta. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttur fyrir. Fleiri sem vilja ræða þessa tillögu? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Það er kannski bara rétt að það komi hér fram að það sem að bæjarfulltrúi Íris Róbertsdóttir kallar fyrir fund er cirka á slaginu eða 1 mínútu í 6 og fundurinn hefst klukkan 6 og ég kalla það ekki að upplýsa málið fyrir fund. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig um þessu leið? Hjalti Ragnarsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, hér mönnum orðið hlýtt í hamsi. Það er kannski ekki skrítið. Það heyrir nú ekki til lita tíðinda að meirihlutinn sé sakaður um ólýðræðisleg vinnubrögð. En þegar það er farið að saka mann um að vera oflýðræðislegur þá er það nú orðið alveg, þá getur maður nú ekki annað en brosað. 5 mínútur fyrir fund, það er alveg rétt. Það er sagt frá því hvað þetta fæli í sér. 5 mínútur fyrir fund. 7 mínútur fyrir fund, segi ég, en bara til þess að vera ósammála í einhverju, eins og vaninn er nú hérna. Þá var farið yfir það hvað þessi skýrsla myndi gera fyrir okkur. Þá var farið fjármögnun á þessari skýrslu meðal annars, hvernig henni yrði háttað. Og bara svona til að benda á það að þá eru 18 milljónir í fjárhagsáætlun sem að bæjarfulltrúinn Hildur Sólveig Sigurðardóttir samþykkti hér í haust, sem að er aðkeypt sérfræðiþjónusta sem að bæjarstjóri hefur og Vestmannaeyjabæjar hefur til þess að kaupa aðkeypta sérfræðiþjónustu. Við tölum það á minnisblaðinu sem kom frá fjármálastjóra Vestmannaeyjabæjar að þá var talað að ekki séu forsendur til að meta áhrif önnur en þau sem að koma beint við bæjarsjóð. Og það sem að þessi skýrsla á að gera er að fjalla akkurat nákvæmlega áhrif þess sem að koma ekki beint við bæjarsjóð heldur á fyrirtækin, á afleidd störf í sjávarútvegi og svo framvegis. Og þessi lykill upp á 18 milljónir sem að bæjarfulltrúinn Hildur Sólveig Sigurðardóttir rétti hér upp hönd og samþykkti með bros á vör, að hann hefur ekkert breyst á milli ára. Ekki neitt. Hann eru 18 milljónir og bara að gamni að þá get ég sagt að 5 milljónum á síðasta ári var varið í sérfræðiráðgjöf vegna Herjólfs, svo dæmi sé tekið. 5 kúlur fóru þangað. Þannig að ólýðræðisleg viljum við náttúrulega ekki vera en ég held að við viljum heldur ekki vera oflýðræðisleg ef að það kemur svo í hausinn á okkur og allt sé ómögulegt þegar við reynum eitthvað slíkt. Þannig að við verðum bara að gera svo vel og finna einhvern gullinn meðalveg þar á milli.
Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Eyþór Haraldsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, þetta er svona dálítið sérstakt að bæjarstjórinn skuli verða rosalega hissa á því að maður skuli ekki samþykkja allt ef maður hefur ekki að vita eitthvað stuttu fyrir fund. Nei, að þú væri hissa á því. Málið er bara, og ég meina það bara frá hjartanu, ég held að svona einhver skýrsla sem að kostar einhverja peninga sem við gætum betur nýtt í eitthvað annað. Hún muni ekki segja okkur neitt annað en það sem að við vitum. Það er tekjuminnkun, það er búið að reikna það út. Það verður minna framkvæmt, það verður minna að gera hjá smiðjónum. Ég skil bara ekki, og það verður bara, hvað ætla menn að fá út úr þessari skýrslu þannig að mönnum líði eins og menn fá eitthvað fyrir peningin. Og svo finnst mér algjör óþarfi að bæjarstjórinn greiði atkvæði fyrir mig hérna tillögunar í pontu. Við leyfum bara forsetanum stjórna atkvæðagreiðslu. Þakka Eyþóri Harðarssoni fyrir. Vilja fleiri tjá sig undir þessari tillögu? Skulum ganga. Gjörðu svo vel, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég ætla bara að fá að bera mig sækir. Hann talaði Njáll Ragnarsson það að væri borin, ég hefði verið að tala ólýðræðisleg vinnubrögð, ég talaði aldrei ólýðræðisleg vinnubrögð hér í pontu, bara svo það sé tekið fram í þessu máli. Ég talaði aftur á móti það og hann segi það bara saman 5 milljónir og ég ætla rétt að vona það að Njáll Ragnarsson finnist þeim 5 milljónum ekki vel varið í því að ná yfirráðum og ákvörðunum varðandi okkar langstærsta hagsmunamál. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Vilja fleiri tjá sig undir þessari tillögu? Við skulum greiða atkvæði þessa tillögu. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir. Það eru 4 atkvæði. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru á móti tillögunni. Það er 1 á móti. Setja þá 2 hjá. Við skulum ganga frá þessum lið. Þess vegna skulum greiða atkvæði liðin. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru honum samþykkir. Það eru 4 með þeir sem eru á móti. 3 bæjarfulltrúar á móti. Það hefur verið óskað eftir umræðu 7. lið sem umræða samgöngumál. Leggur fyrir til umræðu staðfestingar. Umræða samgöngumál. Guðbjartur Ellert Jónsson, framkvæmdastjóri Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs óhf, kom á fund bæjarráðs og greindi frá stöðu undirbúnings félagsins á yfirtöku og rekstri Herjólfs og nýrra Vestmannaeyjaferju. Já, ok. Það hefur verið fallið frá umræðu í lið 7. Þá höldum við í næsta lið. Það hefur óskað eftir umræðu í 9. lið sem beiðni IPVAF að bæjarráð flytji fjárheimild vegna bættra búningsaðstöðu úr tísheimili í stúkuna við Hásteinsvöll. Liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Beiðni IPVAF að bæjarráð flytji fjárheimild vegna bættra búningsaðstöðu úr tísheimili í stúkuna við Hásteinsvöll. IPVAF Íþróttafélag hefur sent bæjarráði erindi þar sem óskað er eftir því að bæjarráð flytji fjármagn vegna framkvæmda sem samþykktar voru í fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2019 úr tísheimili í stúkuna við Hásteinsvöll. Markmiðið er áfram að endurbæta aðstöðu leikmanna, dómara og starfsfólks í tengslum við knattspyrnuleiki á Hásteinsvelli, en þeirri aðstöðu verður komið fyrir í stúkunni í stað tísheimilisins. Niðurstaða: bæjarráð samþykkir að flytja fjárveitingu sem áætlað var til framkvæmda í tísheimilinu til framkvæmda í stúkunni í staðinn. Ekki verður óskað eftir viðbótarfjárheimild í fjárhagsáætlun 2019.
Samþykktin með fyrirvara að IBF íþróttafélag og Vestmannaeyjabær geri með sér eignaskiptasamning sem felur í sér eignarhald bæjarins á stúkunni í framtíðinni. Bæjarráð leggur áherslu á að fjölskyldu og tómstundaráð taki í framhaldi upp framtíðarskipulag og uppbyggingu íþróttamannvirkja í Vestmannaeyjum. Samþykkt með 2 atkvæðum H-lista og E-lista, fulltrúi D-lista sat hjá. Bókun. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lagði fram eftirfarandi bókun. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins fagnar þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað á íþróttasvæðum Vestmannaeyjabæjar undanfarin ár. Sú uppbygging hefur kostað mikla fjármuni, enda málstaðurinn góður og starfið öflugt. Í núverandi fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir fjármagn í endurbætur á Tísumélinu sem í húsnæði í eigu Vestmannaeyjabæjar. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins var fylgjandi þeirra stefnu að fara í það lagfæring sem til stóð að fara í á búningsklefum og öðru í húsnæðinu nýlega var til dæmis skipt þak á Tísumélinu. Í ljósi fyrirspurnar IBVF að færa fjármagn á milli liða úr viðhaldi Tísheimilis í eign sem á nú að skrá á Vestmannaeyjabæ nauðsynlegt að staldra við og óska eftir afstöðu fagráða á þessari stefnubreytingu. Bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sammála því að mikilvægt að fyrirhuguð stefnubreyting komi til umræðu í fjölskyldu- og tómstundaráði, enda eðlilegt að heildarstefnumótun eigi sér stað svæðið til framtíðar og að afstaða framkvæmd og hafnaráðs Vestmannaeyjabæjar til framkvæmdarinnar liggi fyrir. Í minnisblaði sem fylgir með málinu kemur fram að verði Tísheimilið rifið vegna stækkunar á knattspyrnuhúsinu verði væntanlegar eftirstöðvar á bókfærðu verði hússins afskrifaðar sem á bókfærðu verði síðasta árs 57,6 milljónir. Þar sem afstaða fagráða liggur ekki fyrir og umræða hefur enn ekki farið þar fram, erfitt að taka afstöðu til málsins að svo stöddu. Þar sem spurningum á borð við heildarstefnumótun svæðisins, framtíðarhlutverk Tísheimilisins, heildarkostnaðar og fjármögnun framkvæmdarinnar ósvarað. Við framkvæmdina verið að tvöfalda rekstrarkostnað Vestmannaeyjabæjar við rekstur húsnæðis Tísheimilis og stúku og svo framvegis. Mikilvægt að huga vel að auknum rekstrarkostnaði þegar ákvörðun slíka framkvæmdir að ræða. Undir þetta rita Trausti Hjaltason. Fulltrúa meirihlutans óskaði eftir umræðu var orði laust. Njáll Ragnarsson gjörðu svo vel. Forseti. Hér liggur fyrir til staðfestingar liður og fundargerð bæjarráðs, beiðni frá IBVF vegna flutnings- og fjárheimildum úr Tísheimili í stúku. Og þarna verið að óska eftir flutnings- og fjárheimildum í fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 og ég óska eftir að hér verði fært eftirfarandi verði fært til bókar, en ég vil reifa málið eins og það horfir við mér og þess ber að geta að stjórnsýsluendurskoðandi Vestmannaeyjabæjar veitti ráðgjöf í þessu máli feril þessa máls og gerði ekki athugasemdir, en ég ætla að fá að lesa þetta upp með leyfi forseta. Bæjarstjórn hitti fulltrúa frá IBVF íþróttafélagi þann 27. febrúar síðastliðinn þar sem að óskir félagsins flutning fjármagns vegna bættrar aðstöðu voru ræddar og kynnti félagið ástæðu breytingana fyrir bæjarfulltrúum. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 19. mars síðastliðinn erindi frá IBVF að flytja fjárveitingu sem áætluð var til framkvæmda í Tísheimilinu til framkvæmda í stúkunni í staðinn. Ekki verið að óska eftir viðbóta fjárheimild í fjárhagsáætlun árið 2019. Samþykkt bæjarráðs með fyrirvara að IBVF íþróttafélag og Vestmannaeyjabær geri með sér eignaskiptasamning sem felur í sér eignarhald bæjarins á stúkunni í framtíðinni. Bæjarráð lagði í niðurstöðu sinni áherslu á að fjölskyldu- og tómstundaráð tæki í framhaldi upp framtíðarskipulag og uppbyggingu íþróttamannvirkja í Vestmannaeyjum. Ákvörðunartöku tilflutning fjárveitingarinnar var beint í sama farveg og ákvörðunartöku upphaflegu fjárveitingu, það til bæjarráðs og til staðfestingar í bæjarstjórn. Ákvörðun fjárveitingu til bættrar búningsaðstöðu í Tísheimilinu var upphaflega tekin í bæjarráði í tengslu við fjárhagsáætlun 2019 og síðan staðfesta bæjarstjórn sem hluti af fjárhagsáætlun bæjarins. Beiðni IBVF tilflutning fjárveitingarinnar fylgdi sama ákvörðunartöku ferli. Markmið og tilgangur framkvæmdana óbreyttur, það að bæta aðstöðu leikmanna, dómara, starfsliðs í tengslum við knattspyrnuleiki á Hásteinsvelli. Einu breytingarnar varða tilfærslu fjármagns og verða og vegna staðsetningar umræddar framkvæmdar en ekki að engu leyti faglegan tilgang eða markmið með aðstöðum. Því kemur ekki til kasta fjölskyldu- og tómstundaráðs að fjalla málið að svo stöddu.
Eins og kemur fram í ákvörðun bæjarráðs samþykktin háð því að IBF íþróttafélag og Vestmannaeyjabær geri með sér eignaskiptasamning sem felur í sér það að bærinn eignist stúkuna. Vestmannaeyjabær mun því veita fjármagni til framkvæmda á eigin eign líkt og stóð til með búningsaðstöðu í Týseminu. Hvað varðar skipulag íþróttamála til framtíðar lagði fjölskyldu- og tómstundaráð til á fundi sínum það 25. mars síðastliðinn að stofnaður verði starfshópur með aðkomu IBVF héraðssambands sem kemur að framtíðarsýn varðar rekstur, uppbyggingu og aðstöðu íþróttamála í Vestmannaeyjum. Sú vinna á við íþróttamál almennt, rekstur og framtíðarskipan þeirra til lengri tíma litið. Búast má við að sú vinna taki að minnstakosti 6 mánuði. Umrædd framkvæmd í stúkunni rúmast innan ríkjandi deiluskipulags svæðið. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Í grunninn þetta mjög ánægjulegt mál sem að byrjaði á þann máta að það var samþykkt í fjárhagsáætlun að veita fjármunum í endurbætur á búningsklefum í Týseminu við Hásteinsvöll og stóð til að fara í þær framkvæmdir og studdi það heils hugar og mjög ánægjulegt að það standi til að fara í þær framkvæmdir og var talað að skipta því niður á 3 ár þeirri fjárveitingu og svo fyrsta kom núna í núverandi fjárhagsáætlun og ég meðal annars bara talaði fyrir því að það gert. Síðan kallað til fundar þarna óformlegs fundar með fulltrúum IBVF þar sem að það kynnt að þau hafa hug á því að óska eftir því að fjármagninu yrði varið á öðrum stað, þar að segja í stúkunni og var þetta þarna kynnt í fyrsta skiptið fyrir bæjarfulltrúum og stóð þá til að taka saman frekari tölur, fara í málið og halda annan fund. Sá fundur var ekki haldinn og ekki boðaður og síðan kom þetta erindi að minnstakosti óvænt fyrir mér og inn í bæjarráð og án allra fundargagna. Það var bara þetta erindi þar sem óskaður eftir að færa þarna fjármuni á milli úr klefunum í Týseminu sem eign Vestmannaeyjabæjar í stúkuna sem eign IBF íþróttafélags og meiri hluti bæjarráðs samþykkti að gera það með þeim fyrirvara að það yrði gerður eignaskiptasamningur stúkuna og það ekkert útskýrt neitt frekar hvernig að því yrði staðið og þar af leiðandi satt ég hjá við afgreiðslu málsins. Ég sem sagt var ekki á móti og ekki sammála því, ég satt hjá þar sem mér fannst vanta bara upplýsingar og mér fannst vanta í raun og veru að málið myndi fara fyrir fagráðin. Það er að segja yrði rætt í tómstundaráði þar sem að hér stefnumarkandi ákvörðun að ræða og sömuleiðis í framkvæmdaráði þar sem hér framkvæmd á vegum bæjarins að fara þá í gang ef það gerður eignaskiptasamningur og þar alveg eðlilegt að sé rætt þar. Þannig að mér fannst faglegi ferillinn sem að HE-listinn voru að leggja til vera rangur og mér fannst ekki vera farið eftir eðlilegum ferlum og ég lagði því bara til að það gert en það var ekki orðið við því og því satt ég hjá. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Fleiri sem vilja ræða? Ég svo stótt að gera svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það leið mánuður frá því fundurum var haldinn, óformlegi fundurinn með bæjarstjórn og fulltrúum IBVF, þar sem þau fóru líka yfir rökin fyrir þessu. Rökin voru því að því yrði haldið opið, að það væri hægt að gera breytingar á svæðinu
að ef að sveitarfélagið færi að setja alla þessa fjármuni í tísemilið, þá væri nú litla líkur á því að sveitarfélagið hefði áhuga á að fara að breyta einhverju af það. Þannig það voru rökin fyrir því til öryggis að vildu þau gera þetta, flytja fjármagnið yfir og við vorum í tæpan klukkutíma að ræða þetta í bæjarráði. Í millitíðinni höfðu farið tölur frá fjármálastjóra rekstrartölur og annað sem að óskað hafi verið eftir og ég vil bara fá að benda á það að það er rangt að þetta yrði tvöföldun á rekstrarkostnaði. Það er bara ekki rétt vegna þess að minnstakosti fyrir fjárhagsáætlun 2009 þá mun ekkert falla neitt rekstrarkostnaður á bæinn. Það verður allavega mjög óverulegt og samkvæmt því þegar var farið ofan í ef að það var skoðað og við ræddum það nú í bæjarráðinu að það eru ákveðnir þættir sem færu út en það var þetta ekki eðli tillögunnar. Það var ósk að fá að flytja fjármagn úr tísheimilinu yfir í stúkuna sem bæjarstjórn Vestmannaeyja og þar á undan umhverfis- og skipulagsráð samþykktu 23.11.2013 að byggja með búningsklefum undir. IBF íþróttafélag gæti sótt byggingarleyfi í dag að þyrfti ekki, það uppfyllir alla lögformlega þætti. Það er byggingareiturinn allt, þetta var allt samþykkt 2011. Stúkan er teiknuð með klefunum undir og byggingareit til að stækka hana. Þetta er, það er bara risa stúka sem var samþykkt þarna á sínum tíma. Og svo langar mig að því að það er rosalega mikið talað og kom fram í bókunarnas Trausta varðandi það að þetta hefði átt að fara inn í fagráðin. Við ræddum það aðeins. En málið er það, bæjarstjórn ákvað sjálf í fjárhagsáætlunargerðinni að fara í þessa framkvæmd. Fjölskyldu- og tómstundaráð kom ekkert að þeirri ákvörðun. Fagráðið ákvað ekki að samþykkja þessa endurnýjun á búningsklefanum. Fagráðið kom aldrei að henni. Og hafn- og framkvæmdaráð er eftirlitsaðili með framkvæmdum sem að sveitarfélagið ákveður. Og tekur inn til dæmis framkvæmdir sem koma upp á tímabilinu. En við fórum algjörlega í gegnum, þetta er tilflutningur á fjármagni. Þetta er að gera það að verkum og félagið óskaði eftir því að það væri þá hægt að halda einhverju opnu varðandi skipulag á þessu svæði og þess vegna ítrekku þá við ræddum það þegar við vorum í fjárhagsáætlunargerðinni. Þá ræddu við á þessum óformlega fundi bæjarstjórnar sem við héldum saman varðandi framkvæmdirnar mikilvægi þess að fara í framtíðarsýn. Og þannig á önnur umræði hérna eftir, þannig ég ætla nú að taka ræðinu framtíðarsýnina þar undir, en ferlið er það sama og ferlið sem það var og það er það eina rétta í þessu. Áður en þetta kemur líka hérna inn í bæjarstjórn, því að ég veit ekki hvort að það tók allir eftir því áðan því Njáll var að fara í gegnum, Njáll Ragnarsson bæjarfulltrúi var að fara í gegnum ferlið er að því þetta er eins og fjárhagsáætlunarferli, þá þarf þetta að fara í bæjarráð og í bæjarstjórn. Þannig í millitíðinni, eftir þetta að búið að fara í bæjarráð, þá fer þetta inn í fjölskylduráð, en umræðan þar er miklu lengur. Þá hefði kannski bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason átt að leggja til að þessu eru bara frestað, að því þetta er langt og IBF íþróttafélag er ekki eina íþróttafélag sem kemur að framtíð að skipa íþróttamál í Vestmannaeyjum. Það eru miklu fleiri. Þannig þetta er tilfærsla á fjármunum sem verið er að óska eftir þarna. Þannig að íþróttafélagið geti haft tækifæri til að koma þá með sína framtíðarsýn. Vestmannaeyjabær var búinn að samþykkja að hafa búningsklefa þarna 2011. Það er Íris Róksdóttir fyrir, fleiri sem vilja tjá sig þessum lið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjör svo vel. Takk fyrir þetta forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, hér er verið að ræða ákvörðun í bæjarráði sem að mér þykja bara bæjarfulltrúar meirihlutans vera að fjalla ansi léttvægt ef ég á að segja alveg eins og er. Það er mín tilfinning. Að því að fyrir mér er hér verið að byrja algjörlega á öfugum enda. Fyrir mér er þetta meiri háttar stefnubreiting á mannvirkjum og íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins. Það er búið að tala mikið þessum fundi rekstrarkostnað, skertar tekjur og þyngri rekstur. Hér er verið að taka, hér tekur bæjarráð ákvörðun einhliða
án umræðu í fagráðum að þyngja reksturinn svo munar. Og það einnig svo ofboðslega mörgum spurningum ósvarað. Með þessari ákvörðun í bæjarráði ekki bara verið eins og bæjarstjóri reynir hér að halda fram, bara verið að flytja peninga frá einum stað yfir á annan lið. Það bara ekki það einfalt. Með þessari ákvörðun verið að taka ákvörðun að eignast stúkuna sem að IBVF hefur framkvæmt og á sannarlega. Á ekkert að leggja það einhvers staðar fram. Hvort að það að taka þá ákvörðun að eignast stúkuna. Það ákvörðun innan þessa lists. Þetta ekki bara flutningur af fjármagni. Og hvað? Hvernig ætlum við að eignast stúkuna? Erum við að fá hana gefins? Ætlum við að kaupa hana? Á að borga með henni? Þetta eru spurningar sem allan vakna upp hjá mér. Njáll Ragnarsson bæjarfulltrúi sagði hér að við værum að fara að taka peninga og framkvæmdum húsi sem að bærinn á og setja í hús sem að bærinn á. Það ekki þannig. IBVF á þetta húsnæði eins og staðan í dag á þessum fundi hér þegar verið að taka þessa ákvörðun. Það liggja engin eignaskipti fyrir. Það eru fleiri spurningar sem að liggja hér fyrir. Hver framtíðar rekstrarkostnaðurinn á stúkunni? Hver hann áætlaður? Hvernig á hann að koma inn í þetta dæmi? Af hverju fá ekki upplýsingar það? Af hverju kom ekki fram upplýsingar þann tekjumissi sem að Vestmannaeyjabær verður við þessa ákvörðun? Nú fær Vestmannaeyjabær fasteignagjöld. Þetta tekjumissir upp á hátt í 1 milljón króna. Á ekkert að ræða það? Það eðlilegt, það enginn að segja hér að við séum á móti þessari hugmynd eins og hún sett fram. Við erum fullkomlega á móti þeirri stjórnsýslu sem hún véluð með. Þetta bara verið að vinna þetta mál algjörlega, ekki frá A til Ö, heldur frá Ö til A. Og það erum við verulega ósátt við. Mínúta. Okkur, bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, þætti eðlilegt að þessi ákvörðun færi fram í framkvæmd á hafnaráði sem vissulega fjallar eins og bæjarstjóri tók fram framkvæmdir sem að sveitarfélagið stendur í. Þar búið að fjalla þessa framkvæmd og nú á að breyta henni og af hverju á það framkvæmd hafnaráði ekki að fjalla þetta? Ég ætla að fá að leggja fram tillögu hérna. Í ljósi þess hversu mörgum spurningum ósvarað og hversu í miklu flýti þetta mál hérna lagt fram sem ég skil persónulega ekki á hverju stendur, af hverju ekki hægt að vinna þetta mál bara jafnvel og við ætlum að vinna til dæmis þessa loðnuskýrslu. Af hverju getum við ekki gert þetta faglega? Tillagan svo hljóðandi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að ákvörðun bæjarráðs samþykki fyrir flutning fjárheimilda vegna búningsklefa í Tísheimili yfir í knattspyrnustúkuna við Hásteinsvöll verði frestað þar til að málið hefur fengið eðlilega málsmeðferð í fagráðum sveitarfélagsins. Fyrir liggi kostnaðargreining meðal annars á framtíðar rekstrakostnaði stúkunar, framkvæmda kostnaði við búningsklefa og aðrar upplýsingar sem skipta máli til að hægt sé að taka ábyrga og upplýsta ákvörðun í málinu. Það komið fram tillaga. Ég bæjarfulltrúi að ræða tillöguna. Eyþór Haraldsson Björnsson. Forseti og fulltrúar. Þetta mál svona í mínum huga dálítið stórt mál en það á einhvern veginn að láta þetta rúlla eins og þetta sé smámál. Það sé bara einhverjir peningar sem að búða eyrnamerki einhverjum og þeir eru bara aðeins að fara að nota á aðeins öðruvísi. Ok, það hljómar ágætlega. Svo fer maður að kynna sér málið í miðjum loðnubrestinum þegar að
þegar allt að hrynja svona í hugum okkar og ekki alveg uppbyggingafasin eina sem mann dettur í hug. En þá það að færa búningsklefana sem að voru sem sagt búið að undirbúa og í rauninni fjármagna inn á áætlanir og setja góða hugmynd inn í TÍS-salinn sem að menn töldu að þyrfti ekki lengur að nota og stórbæta aðstöðuna við Hásteinsvöll með 2 búningsklefum, þrekaðstöðu og nuttaðstöðu og bara fyrirmyndra aðstöðu fyrir fótboltann sem myndi nýtast fótboltahúsinu líka. Mér fannst þetta góðar hugmyndir og studdi þetta og svo heyri ég núna þessar 150 milljónir sem átt að fara í þetta þessu ári. Það var 50 á 50, 3.50 milljónir, ég með 150 í huga. Það er að færa það á þessu ári bara í að byggja viðbúningsklefann undir stúkunni og við stúkuna. Ég held að upphaflega hugmyndin hafi nú verið svo að byggja undir stúkunni. En nú held ég hugmyndin núna í að byggja bak við hana. Ég veit ekki hvað varð plássið undir stúkunni. Það undir? Ha? Undir og bak. Já, bak við. Já. Besta mál. Ég hef ekki séð alveg tekníku að þessu. En eftir stendur TÍS-heimilið. Það þarf enginn að segja mér að það sem að TÍS-heimilinu í dag, að það verði bara hold þá í staðinn og ekkert gert næstu árin. Þá útskýrði ykkur fyrir mér að það yrði rifið. Því að menn ætluðu að stækka fótboltahúsið, klára það í framtíðinni til austurs. Það yrði minni grafninga hérna. Ég bara kaup ekki að þetta sé svona einfalt. Og þess vegna segi ég og styð það að menn fresti svona máli og taki þetta í gegnum fagráðin, öll fagráðin, eða flest öll sem starfa í þessu bæjarfélagi, og bara fara yfir þetta og meti þetta hver raunverulegu kostnaður við þetta er. Því að það verður rekstrakostnaður við búningsklefana þarna í stúkuna, það heldur áfram rekstrakostnaður við TÍS-heimilið. Þannig að í mínum huga er þetta bara viðbót á rekstrakostnaði og þess vegna vil ég að menn fari yfir þetta betur. Takk Eyþór Harðarsyni fyrir. Við erum enn að ræða tillöguna. Verið hjá. Dragsson fyrir svo vel. Forseti, aðeins að tjá mig þetta, lofa að verða ekki alveg allar mínúturnar mínar, lofa því. Það sem umræðir er að fjármagnir sem átt að fara í það að setja búningsaðstöðuna inn í TÍS-heimili, að það verði fært í stúkuna. Þetta er bæði undir stúkuna að hluta og svo að hluta suður fyrir stúkuna. Það hefur enginn, held ég, talað það að minnst á kosti opinberlega að það er að rífa TÍS-heimilið. Enginn. Nema bæjarfulltrúinn Trausti Hjaltason í bæjarins. Þannig að bara svo það sé sagt, það hefur aldrei, þetta mál er aldrei á því stigi eða á einhverju hugmyndastigi þannig að það standi til að fara að rífa TÍS-heimilið. Þó að það kannski sé í einhverjum framtíðarplönum hjá íþróttafélaginu, þá er það bara gott og vel, en það hefur engin ákvörðun verið tekið slíkt. Hildur Sólveig Sigurðardóttir talaði það að það væri bara verið að henda þessum peningum út úr eign sem að bærinn á og inn í eign sem bærinn á ekki. Það er nefnilega talað fyrirvara eignaskiptasamning í niðurstöðu bæjarráðs, svo það sé nú algjörlega á hreinu. Það er ekki verið að kasta þessum peningum út úr bæjarsjóði, heldur að vera eign taka framkvæma og þá myndast þarna eign í staðinn. Og eignin sem að kemur líka til að það verður stúkan þegar við erum búin að gera þennan samning og sem að fyrirværin sem að bæjarráð gerði við þetta allt saman var samþykkt. Og svo bara ein spurning svona að lokum sem ég ætla bara að velta þetta upp og ég ætla ekki til þess að neitt svari, en það er að ef að þetta var svona hrikalega illa þessu staði, að af hverju lagði bæjarráðsmaðurinn Trausti Hjaltason þá ekki fram tillögu að fara einhver aðra leið? Og að þetta er svona ómögulegt
af hverju kom það ekki bara tillaga að gerum þetta einhvern veginn öðruvísi, förum með þetta, en það sem að mér finnst bara standa eftir í þessu að félagið að kalla eftir því að það bregðist við því að það komu fram ábendingar að þetta væri kannski ekki heppilegast að fara þessa leið, að það væri heppilegra og ef við horfum til framtíðar þá væri heppilegt að gera hlutina öðruvísi og mér finnst bara að við eigum að bregðast við því og það getur vel verið að menn séu eitthvað skeptískir á þetta allt saman. En þá vil ég benda á að fjölskyldu- og tómstundaráð, það hugar að stofna hóp sem að horfir á framtíðarskipulag íþróttamála í Vestmannaeyjum og þess sá hópur sem verður skipaður fulltrúum frá IBVF og skipaður fulltrúum úr pólitíkinu og fulltrúum héðan og þaðan að hann á að fara yfir öll þessi mál frá A til Ö. En þegar að það kemur svona hugmyndir það að þetta sé ef til vill ekki heppilegast að fara í þetta svona, að þá verðum við að bregðast við því. Þakka hann Njáli Ragnarssoni fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessari tillögu. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Bara kannski svara því sem að bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson sagði hér í pontu á hann að það hefði enginn nefnt það að rífa tíseminni nema ég, sem að er misskilningur, þar sem að það kemur fram í bókun minni með leyfi forseta. Það kemur fram að í minnisblaði sem fylgir með málinu kemur fram að verði tísemli rifið vegna stækkunar á knattspyrnu sem verður væntanlega eftirstöður á bókfæri verði hússins afskrifaðar sem er á bókfæri verði síðast árs 57,6 milljónir. Þannig að hér er einungis verið að benda á að það er verið að fara í framkvæmd á búningsklefa í eign sem er á vegum Vestmannaeyjabæjar og þarna í bæjarráði stóð til að setja þessa fjármuni í aðra eign og það er bara verið að benda þarna á hvert bókfært verð hússins og í minnisblaðinu er þetta er bara haft beint úr minnisblaðinu sem að er gagn í tengslum við málið. Þannig að þá er bara svo að það sé á hreinu. Að öðru leyti held ég að ég hafi komið öllu hér frá mér áðan sem ég vildi koma frá mér þetta mál. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já. Bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson talar að það eigi ekki að rífa tísemili. Í minnisblaði, téðu minnisblaði þar sem kemur fram þessi mögulega þar sem þetta orðalag kemur fram að þar er einmitt slegið niður viðhaldskostnaður eða rekstrakostnaður við tísemili sem að var einmitt á umræddum fundi, undirbúningsfundi var talað að ef við förum að því það voru fyrst og fremst okkar áhyggjur okkar voru þær við eigum ekki þessa stúku þó svo að Njáll tala að þessi fyrirværi sig gerir þegar við erum að taka þessi ákvörðun hér í dag þá liggur það ekki fyrir að Vestmannaeyjabær eigi stúkuna það liggur bara ekkert fyrir þannig að ég segi það í dag á IBVF stúkuna eðlilegast hefði auðvitað verið að það atrið hefði verið númer 1, 2 og 3 af hverju á þeim fundi talað þegar við gerum svo athugasemdir við það að þetta muni auka rekstrakostnað þegar við erum að fara að reka tísemilið fyrir hátt í 11 milljónir á ári að svo erum við að fara í aðra framkvæmd þar sem við munum koma til með að þurfa viðhalda því húsnæði einnig og þar munum verða rekstrakostnaður upp á
eflaust töluverðar upphæðir en við bara vitum ekki hvaða upphæðir það verða af því að við höfum engar forsendur til þess að lesa þær af því við höfum ekki fengið neinar upplýsingar það. Og eins og ég segi, þess vegna skil ég ekki ef að rekstrarkostnaðurinn í tísheimilinu á að hverfa og þá ekki að rífa tísheimilið eða ætlar þá Njáll Ragnarsson að selja tísheimilið eða hvað, ég skil ekki alveg þessa vegferð. Málið það, við erum með því að fara með þessa framkvæmda við erum að auka rekstrarkostnaðinn hjá samfélaginu. Við erum með tísheimilið upphaflega til að gekk út frá því að búningsklefarnir færu þar inn. Eðlilegast, lýðræðislegast að þetta fari inn í ráðin. Bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson kom inn á þennan hóp sem átti að stofna, auðvitað átti þessi hópur að fá þetta erindi til sín. Nú bæjarráð búið að taka þessi ákvörðun og þessi hópur, þessi bæjarráð búin að binda störf þessa hóps. Auðvitað hefði átt að skipa þennan hóp fyrst, fela honum erindin og halda svo áfram með framvindu málsins. Það enn og aftur, það mörgum spurningum ósvarað og ég skil ekki þennan flýt. Ég hef ekki ennþá fengið svör við því á hverju liggur svona, af hverju ekki hægt að skoða málið af meiri yfirvegun. Bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson spurði af hverju Trausti lagði ekki fram tillögu á fundinum. Við erum hér að leggja fram tillögu. Við erum hér að leggja fram tillögu á þessum fundum. Að þetta verði lýðræðislegra. Nú skal ég taka það á mig að vera að fjalla ólýðræðislega starfshætti af því mér þykja þeir vera viðhafðir hér. Bæjarráð fámennasta ráð sveitarfélagsins. Þar eru ekki áheyrnarfulltrúar. Mér finnst merki þessara vinnubragða bera vitni það að hér eigi bara hreinlega að forðast umræðu þetta mál og mér þykir það miður. Og eins og ég segi, þessi ákvörðun, hún stefnumótandi og það eru ákveðnir þættir sem eru of stórir, sem ósvarað, sem ég get ekki með neinni góðri samvisku lagt samþykki mitt fyrir því að farið verði í þessa aðgerð. Og ég bara ofboðslega hissa og verð mjög hissa ef að meirihluti bæjarstjórnar ætlar ekki að taka undir tillögu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að fara yfir þetta af yfirvegun og með lýðræðislegum vinnubrögðum. Takk fyrir. Takk Helga Sólveig og Sigurðardóttir fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þessa tillögu? Eyþór Harðarson. Já, Eyþór Harðarson gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég svo sem gleymdi bara einum punkti sem ég vildi segja í sambland við þessa hugleiðingar mínar þetta ferli, að maður vilji fresta þessu og skoða þetta betur. Að eins og við komum fram hjá okkur þá erum við ekki að lýsa yfir því hvort við erum með á móti þessari framkvæmd. Við erum á móti þessum aðferðum að reyna að koma ykkur í gegn og einhvern veginn loka augunum fyrir þeim kostnaði sem fylgir þessu. Því að hann meiri en svona látið í veðri vaka til framtíðar. Það sem var kynnt og var planað áður að þarna ætti að vera búningsklefar sem myndu nýtast fótboltahúsum í tísheimilinu beintengt við það. Með þessari framkvæmdi væntanlega þá vera að kippa því úr. Þarna verður þetta ekki samtengt fótboltahúsinu, þessi stúka, eða þessi búningsklefar, svona til að benda á það. Og rekstrarkostnaður við tísheimili verður áfram, sem það er að gera við hann eins og ég nefndi. En síðasti liðurinn sem mér langaði að nefna eignaskiptasamningurinn sem kom til greina. Ef hann væri eingöngu til umræðu, þá væri ég miklu jákvæðari fyrir því að velta því upp hvort að IBVF ætti að vera að eiga þessa stúku eða ekki, sem að mér finnst í rauninni ekki og ætti ekki að vera tekjulind fyrir bæjarfélagið að mínu mati. Að IBVF sé að borga hérna fasteignagjöld
af stúkunni þar sem að þetta var einhver kjallari hann undir og túlkuðu einhver fasteign sem að nýtist IPVF ekki neitt og á í rauninni ekki að þurfa að vera streða við. Þannig að sú hugmynd að gera eignaskipti á þessar stúku og færa þessar eignir undir bæjarfélagið er bara góður að gjalda verð umræða og ég myndi styðja hann alla leið, en það þarf að gera þetta þannig að þetta sé ekki gert með einhvern trixum. Takk fyrir. Þakka Eyþóri Haraldssyni fyrir. Íris Ómarsdóttir gjörðu svo vel. Fyrirgefðu forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það er búið að segja ýmislegt þetta. Við erum með lið aftur með hópinn og eftir og ég ætla að taka ræðina mína þá sem snýr að þessu vegna þess að búið að þvæla svolítið umræðin þennan lið og þetta framtíðarskip. Þannig að ég ætla bara að gera grein fyrir því, svo ég sé ekki fara með þessu. Þakka Íris Ómarsdóttir fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða? Við erum enn að ræða tillöguna. Eftir að Íris Ómarsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, afsakið. Ég glemdi einu að mikið búið að tala hvað liggur á. Ástæðan fyrir því reikna ég með að IPVF sendir inn erindið til þess að hægt sé að framkvæma og gera eitthvað á þessu ári. Ef þetta verður stoppað, sett inn í fagráðan og ef það á að klára vinnuna í hópnum sem við tölum nú og eftir, að þá erum við ekki að fara að gera neitt í þessum klefum á þessu ári. Og svona til upplýsinga því bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson sat ekki í kynningafundinn þegar fulltrúar IPVF komu og fleiri og framkvæmdastjóri umhverfis- og tæknisviðs var líka og útskýrði af hverju tíðsemliskosturinn væri óhagkvæmur fyrir þessa framkvæmd að koma ýmislegt í ljós sem bæjarfulltrúar voru upplýstir varðandi það sem menn héldu að væri hægt að gera með milli loft og ýmislegt, þannig að það voru ýmsar upplýsingar sem við fengum. Og þá var tíðsemlið ekki orðins fýsilegu kostur fyrir félagið og ég reikna með því að við séum öll á því þegar við förum í þessa vinnu með hann hópa á eftir að taka tillit til þess sem þau íþróttafélög, það er óskir sem þau hafa en ekki við. Og þegar við förum í tíðsemlið fyrir áramótin þá er það ósk frá félaginu. Þakka Íris Ómarsdóttir fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið. Við skulum kjósa tillöguna. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkir tillögunni. Það eru 3 bæjarfulltrúar sem samþykkir, þeir sem á móti tillögunni. Það eru 4 bæjarfulltrúar sem á móti tillögunni. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þetta er tillagan, við vorum að klára það. Ef fleiri vilja ræða sjálfa liðin, við skulum þá greiða atkvæði liðin. Vildur að klára bara umræðu liðin? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að fá að leggja þá hér fram bókun þar sem að tillaga okkar málsmeðferðina var felld. Bókunin hljóðar svo: Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma þau ólýðræðislegu vinnubrögð sem höfð eru uppi við afgreiðslu þessa máls. Hér er tekin ákvörðun stefnubreytingu í mannvirkjamálum sveitarfélagsins án þess að fyrir liggi stefnumótandi umræða og afstaða fagráða sveitarfélagsins í málinu. Vestmannaeyjabær á og rekur í dag tíðsheimilið og er kostnaður við rekstur þess umtalsverður. Yfirtaka á stúkunni, bygging og rekstur á búningsaðstöðu þar mun auka rekstrarkostnað sveitarfélagsins. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir áhyggjum og vonbrigðum með að meirihluti H og E-lista taki jafn rekstrar íþyngjandi og stefnumótandi ákvörðun án eðlilegrar umfjöllunar í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Hér er enn eitt dæmið óvandaða og ólýðræðislega stjórnsýsluhætti sem virðast, ég bið bæjarstjórann að vera ekki að flissa og trufla hér í þeirri punkti, sem virðast vera orðnir einkennandi fyrir núverandi meirihluta. Takk fyrir.
ég bara að vera með satt. Þakka Hildur Sólveigu Sigurðardóttur fyrir. Vilja fleiri tjá sig undir þessum lið? Við skulum greiða atkvæði. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru samþykki liðnum. Það eru 4 bæjarfulltrúar samþykkir, þeir sem eru á móti. Það eru 2 á móti og 1 situr hjá. Já, gjör svo vel, Trausti Hjaltason. Það hér að fá að gera grein fyrir atkvæðinu með bókun. Ánægilegt að nú sé verið að fara í endurbætur á búningsklefa með Hálsnesvöll. Ég samþykku því að fjármagn sé sett í þær endurbætur og styð þá fjárfestingu. Vonbrigði að fulltrúar H og E-lista skuli ekki fara eftir hefðbundnu leiðum við afgreiðslu málsins og að málið fari eðlilegan farveg fagráðan bæjarins. Þess vegna sit ég hjá við afgreiðslu málsins. Þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, mjög óskattur að gera grein fyrir atkvæðinu. Ég tek undir með Trausta Hjaltarsyni, bæjarfulltrúa Trausta Hjaltarsyni. Ég er mjög ánægður með að við séum að fara að byggja nýja klefa og bæta aðstöðu við Hálsnesvöll og þess vegna greiddi ég atkvæði með því að gera það. Því að það er þannig að þegar við ætlum að gera eitthvað að þá hefði þá verið hægt að koma fram í bæjarráði og segja hvernig við ætlum að gera þetta lýðræðislega. En í staðinn er verið að bóka og tala hér og bóka aftur hvað allt sé ólýðræðislegt og ómögulegt. Og það er til þess eins að tefja málið enn frekar. Sjálfstæðismenn vilja tefja þetta mál enn frekar. Því miður. Og það er ekki hlægilegt. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Skulum halda í næsta lið. Það hefur verið óskað eftir umræðu 10. lið sem er þáttaka íbúasamráðsverkefni með Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Akureyrarbæjar. Liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þáttaka í íbúasamráðsverkefni með Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Akureyrarbæjar. Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga samþykkti í lok síðasta árs að verða við umleitan Sambands íslenskra sveitarfélaga og Akureyrarkaupstaðar 5 milljóna króna styrk til að fara í íbúasamráðsverkefni með þátttöku nokkurra sveitarfélaga. Verkefni snýst að aðstoða þátttöku sveitarfélaga við að beita þeim samráðsaðferðum sem kynntar í handbók sambandsins frá 2017. Íbúasamráð í sveitarfélögum og þáttaka íbúa. Sveitarfélögin munu fá stuðning til að undirbúa og framkvæma samráð í raunverulegum aðstæðum innan síns sveitarfélags. Öll sveitarfélög geta sótt en gert er ráð fyrir að velja 3 sveitarfélög til þátttöku til viðbótar við Akureyrarkaupstað sem átti frumkvæði að verkefninu. Niðurstaða. Bæjarráð samþykkir að senda inn umsókn þátttöku í verkefni íbúasamráð í sveitarfélögum sem hluti af umræddu samstarfsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga og Akureyrarbæjar. Mikilvægt er að efla íbúalýðræði og verklagi í tengslum við það. Er þetta kjörið tækifæri fyrir Vestmannaeyjabæ til þess að þróa verkefni aukið íbúalýðræði. Fulltrúar meirihlutans óskuðu eftir umræðu og ætla forseti aðeins að fá að tjá sig þetta. Þar sem við erum nýhafin í vinnu við umhverfisstefnu, þá er þetta verkefni tilvalið að máta við hana. Það sem ætlunin er að íbúar komi að því verkefni eins og mögulegt er. Fyrirmyndin að þessu verkefni sænsk og hefur reynst vel. Snemma í vinnunni eru íbúar með í ráðum og eftirfylgnin er mikil. Íbúar fá að vita hvort að þeirra hugmyndir verða fyrir valinu og af hverju eða af hverju ekki. Samtalið á sér bara stað frá upphafi til enda. Ýmsar leiðir eru notaðar til að fá íbúana í samráð en þetta verkefni snýr einmitt að því að aðstoða þátttöku sveitarfélögin við að beita þessum aðferðum. Öll sveitarfélög er að glíma við sama vandamáli, fá íbúar mæta á samráðsfundi og alltaf verður sömu íbúarnar að mæta. Þessu viljum við breyta og viljum því læra af öðrum hvernig hægt er að snúa þessu við. Þess vegna viljum við fá að vera með í þessu verkefni og vonandi verður við bara eitt af þessu 3 sem verður valin. Er ykkur fleiri sem vilja taka til máls í þessu lið? Við skulum greiða atkvæði, bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerkið sitt sem eru samþykkir. 7 bæjarfulltrúar eru samþykkir. Þá förum við í lið 2 til 8 og 11 sem liggur fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerkið sitt sem eru samþykkir.
7 bæjarfulltrúar eru samþykkir. Það er 7. mál umhverfis- og skipulagsráð númer 302. Það er liður 1 sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta kemur frá byggingafulltrúa. Deiliskipulagi í Ásamri. Að lokinni auglýsingu samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 er lögð fram að nýju skipulagstillaga í Ásamri. Tillagan gerir ráð fyrir rað, par og fjölbýlishúsalóðum á óbyggðu svæði innan íbúðasvæðis IB4. Skipulagssvæði afmarkast af Goðarhrauni í vestri, deiluskipulagsmörkum íþróttasvæðis, deiluskipulagsmörkum Bessarhrauns 1-15 í austri og lóðamörkum Hamarsskóla í norðri. Skipulagið er unnið af skipulagshönnuðum Alta EHF og 1 bréf barst ráðinu. Niðurstaða. Ráðið samþykkir tillögu deiluskipulags samanber ákvæði skipulagslagna nr. 123/2010. Ráðið lýsir yfir ánægju með tillögu deiluskipulagi fyrir Ásamarinn. Verið er að nýta svæðið vel og bjóða upp á fjölbreytileika í byggingum. Ráðið þakkar íbúum fyrir áhuga á deiluskipulaginu. Ráðið felur skipulagsfulltrúa að svara bréfritara og framgang málsins. Vísa til afgreiðslu bæjarstjórnar. Forseti ætlar einnig að fá að tjá sig í þessu máli. Í ljósi þess að 30 lóðir eru lausar í dag og 28 af þeim eru einbýlishúsalóðir. Þá er ekki annað hægt en að vera ánægð með tillögur að deiluskipulaginu fyrir Ásamarinn, þar sem í boði verða rað, par og fjölbýlishúsalóðir, samtals 54 íbúðir og vöntun er á slíkum íbúðum. Vöntun á slíkum lóðum fyrirgefið. Með þessari tillögu er verið að þétta byggðina og nýta svæðið mjög vel. Vegurinn vestamegin við skólann mun halda sér þar til blokk verður reist, en þá mun verða ástæða til að fara í að gera aðgengi að skólanum austamegin enn betra, þrátt fyrir að það hefur verið bætt til muna á síðustu árum. Vilja fleiri bæjarfulltrúar tjá sig í þessu máli? Ef ekki þá greiðum við atkvæði. Þeir sem eru samþykki gefa atkvæðamerki. Fyrirgefiði. Ég er með bókun í þessu máli. Þess að ég er búin að tala svo mikið að þetta bara rennur í. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og skipulagsráði og lýsir yfir ánægju með tillögu að deiluskipulagi fyrir Ásamarsvæði. Þörfin fyrir fleiri rað, par og fjölbýlishúsalóðir er fyrir hendi og mun byggð þéttast samkvæmt nýju deiluskipulagi. Verður að nýta svæði vel og bjóða upp á fjölbreytileika í byggingum. Þá skulum við fara í að samþykkja. Ég er að hafna. Ha? Ég er að hafna. Já, fyrirgefið. Þeir sem vilji bæjarfulltrúar að gefa atkvæðamerki sitt sem eru með. 7 bæjarfulltrúar eru með. Það er liður 2 sem liggur fyrir til umræðu og staðfestinga. Þetta kemur frá byggingafulltrúa. Deiluskipulag H1 skipulagsbreyting Strandvegi 14a og 18. Að lokinni auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 er lögð fram að nýju breytingatillaga deiluskipulags á hafnarsvæði H1. Tillagan gerir ráð fyrir breytingum á byggingaskilmálum reita númer D1 og D3, lóðir Ísulags Vestmannaeyja við Strandveg 14a og 18. Skipulagið er unnið af skipulagshönnuðum Alta EHF. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma. Niðurstaða. Ráðið samþykkir breytingatillögu deiluskipulag samanber ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010. Vísa til afgreiðslu bæjarstjórnar. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta? Ef ekki á skulum við greiða atkvæði. Þeir sem eru samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 fulltrúar samþykkir. Það hefur verið óskað eftir umræðu í 8. lið sem er umhverfisstefna á Vestmannaeyjabæjar liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Umhverfisstefna Vestmannaeyjabæjar, gönguleiðir og göngustígar til umræðu. Niðurstaða. Ráðið samþykkir að skipa vinnuhóp gönguleiðir á Heimaey. Vinnuhópurinn hefur þá hlutverk að taka út vinsælar gönguleiðir og koma með tillögu til úrbóta og meta þolmörk gönguleiða. Vinnuhópurinn skipa fulltrúa frá umhverfis- og skipulagsráði, áhuga fólki umhverfismál, auk starfsmanna umhverfis- og framkvæmdasviðs. Einnig verður leitast eftir að fulltrúa ferðamálasamtaka Vestmannaeyja sitji í hópnum. Fulltrúa minnihluta óskuðu eftir umræðu og er orðið laust. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fulltrúar.
Þegar maður byrjaði í pólitíkinni, byrjaði maður að hafa áhyggjur af öllu. Maður byrjaði að hafa áhyggjur af göngustígunum. Það sem að ég langar svona bara að koma fram og við viðrum svona pælinguna að gönguleiðirnar okkar eru orðið mjög svona átróðnar og mér finnst bara að við séum ekki í stakk búin fyrir þessa aukningu ferðamanna sem eru framundan með bættum samgöngum. Ég er hræddur að við ætlum okkur kannski of með einhverja gönguhópa hérna fjöll og fyrnindi og í náttúrunni hjá okkur sem er engan veginn undir þetta búin að vera í þessum átróðningi og við skipuleggjum okkur ekki nóg í því að fyrirbyggja að við skoðum að fyrirbyggja einhverja skaðsemi í þessu og búa okkur undir að taka á móti þessu fólki. Mér finnst umræðan oft snúast að við þurfum að gefa út kort og merkja alla gönguleiðir í Vestmannaeyjum og vera hálfpartinn að monta okkur á því að það sé ofsalega mikið hægt að labba og hlaupa og hugum ekki að því hvort að landið þoli þetta. Og þá segi ég sem sagt að við þurfum að fara í þá vinnu og það gerum við í þessum hóp að reyna að finna hver eru þolmörkin og hvaða nauðsynlega framkvæmdir eru til þess að við hlífum náttúrunni svo svæðin skemmist ekki og svo verðum við bara að vera ófeimin við því að loka sömu leiðum og merkja þær ekki sem gönguleiðir og segja bara að landið þoli ekki ákveðnar leiðir og svo það sem við viljum beina fjöldanum í að merkja það þannig og þá byggja það þannig úr garði að það þoli átræningin og verði svo með og förum ekki í þetta allt og seint. Takk. Takk Eyþóri Harðarsyni fyrir. Ég vil bara fá að taka undir með Eyþóri, þetta bara skiptir okkur mjög miklu máli. Þetta sé bara vel hugsað þetta og ástæða fyrir því að þessi hópur skyldi vera skipaður. Njáll Ragnarsson, ætlar þú að fá að tala? Gjörðu svo vel. Forseti, ég vil bara taka heilshugar undir það sem bæjarfulltrúinn Eyþór Harðarson sagði hérna áðan. Ég held að það sé alveg rétt að víða er náttúran farin að láta á sjá af átróðningi og þessi hópur sem þarna á að skila fjalla þessi mál, að ég held að þetta sé til mikilla bóta og verði mjög jákvætt fyrir þessa staði sem við vitum eru fjölfarnir. Við vitum hvernig þegar leiðir hafa verið merktar og útbúið þannig að þoli fleiri ferðamenn og þeim sem beint á ákveðna leiðir, þá vitum við það að slíkt getur, að litlar aðgerðir í slíku, að þær geta bætt mjög mikið ásýnd ferðamannastaða og þannig að ég fagna þessu og tek undir heilshugar það sem bæjarfulltrúinn Eyþór Harðarson sagði hérna. Kann Njáli Ragnarssoni fyrir, fleiri sem vilja tjá sig undir þessum leið. Svo ekki, þá skulum við greiða atkvæði þennan leið, þeir sem eru samþykkir. 7 bæjarfulltrúar eru samþykkir. Það stóð til að fara í leið 3-7 næst, þannig ég ætla aðeins að brjóta það niður. Við förum í leið 3-4. Það liggur til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir. 7 bæjarfulltrúar eru samþykkir. Liðu 5, þá ætlar Trausti að fá að víkja. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt undir þessum lið. Það eru 6 atkvæði. Nú förum við í leið 6-7. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir. 7 bæjarfulltrúar eru samþykkir. Við erum komin í 8. mál, fjölskyldu- og tómstundaráð nr. 226.
Það hefur verið óskað eftir umræðu 5. lið sem framtíðarskipulag og uppbygging íþróttamála í Vestmannaeyjum liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Framtíðarskipulag og uppbygging íþróttamála í Vestmannaeyjum í tengslu við 9. mál 3095 fundur bæjarráðs Vestmannaeyja. Niðurstaða. Fjölskyldu- og tómstundaráð leggur til að stofnaður verði starfshópur með aðkomu IBVF félagssambands sem kemur að framtíðarsýn varðar rekstur, uppbyggingu og aðstöðu íþróttamála í Vestmannaeyjum. Ráðið vísar framhald málsins til næsta fundar. Fulltrúar minnihlutans óska eftir umræðu er orðið laust. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, við óskum umræðu þennan lið. Þetta er bara svolítið svipað og efni og það sem við vorum að fara yfir áðan, að er verið að stofna starfshóp og fulltrúar í ráðinu voru nokkuð hissa á að það ætti ekki að fjalla málefni til dæmis yfirtöku á stúkunni eða ræða á þessum fundi. En þessi starfshópur var vissulega stofnaður en bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að þessi hópur hefði eðli málsins samkvæmt átt að fjalla þá ákvörðun sem við vorum að greiða hér atkvæði og leggja hér tillögur áðan. Að þessi hópur sem á að fjalla framtíðarskipulag í uppbyggingu íþróttamála í Vestmannaeyjum, ákjósanlegast hefði verið að hann hefði átt þátt í því að eiga þetta samtal stúkuna, framtíð skipulagsins á svæðinu og hvernig við sjáum þetta öfluga félag, bæði IBVF íþróttafélag og önnur íþróttafélög sem við erum svo heppin að hafa hér starfandi og sem okkur þykir öllum gífurlega annt og viljum hag sem bestan, að mér hefði þótt það ákjósanlegt að þessi hópur hefði haft eitthvað þessa ákvörðun sem var tekin hér fyrir á fundinum að gera. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig um þessum liði. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Framtíðarskipulag og uppbygging íþróttamála í Vestmannaeyjum er löngu tímabær. Það er ánægjulegt og gleðilegt að það skuli vera búið að taka ákvörðun að stofna hópinn. Það er ekki búið að skipa hann, það er búið að taka ákvörðun að stofna og ætlar fjölskyldu- og tómstundaráð að klára það að mér skilst á næsta fundi að skipa í hópinn. En það er nefnilega ekki til neitt framtíðarskipulag og það er kannski hluti af því sem við höfum verið að ræða hérna og menn hafa verið að koma inn á, að þess vegna er nauðsynlegt að fara í þetta og þessi hópur er að gera miklu meira heldur en að ákveða hvort að klefarnir yfir í tísheimilinu eða stúkunni. Þessi hópur samkvæmt því sem búið er að samþykkja, að bæði að fara yfir rekstrarforsendur og uppbyggingu íþróttamála í Vestmannaeyjum. Bæði að skoða með tilliti til þess hvernig þarf að byggja upp aðstæðina næstu 10 árin, sem er gott fyrir sveitarfélag að vita hvaða kröfur félagin er að gera. Og þessi félög eru nefnilega svolítið fleiri en IBVF íþróttafélag. Innan héraðssambandsins eru 11 félög. Og við erum svo heppin að við erum með félög sem mörg hver eru bjóð upp á mjög fjölbreytta starfsemi, en mörg hver eru náttúrulega ekki á neinum stað nálægt IBVF íþróttafélagi sem er gríðarlega stórt félag og er oft dóminerandi í umræðinu. Þess vegna er ég svolítið hissa á því að það sé bara allt komið í kalda koli við því að þessi ákvörðun hafi ekki farið þarna inn. Hún er klárlega þarna inni. Þessi hópur getur tekið ákvörðun það að verði ekkert nema þessi blessaða stúka, í þessari blessaða stúku verði bara þessi búningsklefar eins og búið er að samþykkja. Eða þeir geta tekið ákvörðun eitthvað annað, en það á forsendum félagana. Vegna þess að þessi hópur er settur fram að hver ástæðan fyrir að IBVF héraðssamband er þarna með, er að hver einasti aðili og hvert einasta íþróttafélag fær að koma þarna inn með sínar hugmyndir að rekstrarumhverfi og framtíðaruppbyggingu.
koma og kynna það fyrir hópnum hverja væntingarnar eru, óskirnar og hvað þeir telja sig þurfa. Rekstrastyrkur sem Vestmannaeyjabær greiðir til dæmis til Sunddeildarinnar í gegnum héraðssambandið, hann rétti fyrir þjálfara í rúman mánuð. Það ýmislegt sem við þurfum að fara að huga með þessi litlu félög, en algjörlega eins og búið að koma fram hérna að við þurfum líka að huga að rekstrinu. Þess vegna gott að vita hvaða kröfur þessir hópar hafa, bæði í uppbyggingu og varðandi rekstur. Og mér finnst bara fagnaðarefni að við skulum vera búin að stofna þennan hóp, og mér finnst slæmt að við höfum ekki verið löngu búin þessi mikli íþróttabær að vera með framtíðarsýn í uppbyggingu íþróttamála í Vestmannaeyjum. Þannig ég fagna bara stofnun hópsins og mér finnst mjög jákvætt að héraðssambandið ætlar að vera með í þessu, af því það skiptir máli að sá sem eru regnhlífasamtökin taki þátt í þessari vinnu og svo það bara ganga frá og skipa hópinn, en það þessi aðildafélög, þessi 11, verða auðvitað eiga jafnan aðgang að hópnum til þess að geta komið fram með sína tillögur af framtíðarskipulagi. Þannig með leyfi forseta ætla ég að fá að leggja fram bókun. Bæjarstjórn lýsir ánægju sinni yfir því að stofna í starfshóp með aðkomu IPF héraðssambands til að marka framtíðarsýn að varða rekstur, uppbyggingu og aðstöðu íþróttamála í Vestmannaeyjum. Þörf er á framtíðarsýn sem styður við almenna heilsueflingu og eflir það íþróttastarf sem framfyrir sveitarfélaginu hvað varðar rekstur og aðstöðu íþróttafélaga. Þetta er Írisur Óskarsdóttir fyrir fleiri. Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Bæjarfulltrúar. Hér er bæjarstjórn með þetta mál til umræðu á milli funda í ráðinu og ráðið er hér að ræða að stofna þennan hóp og ætlar að taka máli fyrir aftur síðar og er það bara fínt og bara hollt alltaf að fara yfir málin reglulega og ræða þau og bara kannski beina því til ráðsins að setja skýrt hlutverk eða þessa hóps setja nú skýrt hlutverk að það sé alveg skýrt hvað þessi hópur eigi að gera og að það sé einhverju tímarammar í þessu en kannski svona líka til þess að hafa það á hreinu þá erum við þetta til ég er bara að benda á það, ég er ekki að snúa út úr, ég er bara að benda á það er þetta til deiliskipulag íþróttasvæða og slíkt en ef ég skil rétt á er þessi hópur hlutverk hans að fara yfir meira kannski það sem að snýr að öðrum hlutum eins og rekstri og annað slíkt en eins og ég segi það er kannski ágætt að fara að beina því til ráðsins að það sé alveg skýrt á hvert hlutverk hópsins er og hverja á að kalla borðinu og ég sé að þá að fá IPF héraðssamband sem að er svona regnhlífin yfir öll íþróttafélögin og er það bara fínt. Þannig að þetta er þá mikil vinna og þess vegna er mikilvægt að hafa líka einhverja tímaramma í þessu þannig að en hins vegar er augljóst að þessi hópur er ekki að fara að fjalla þetta mál sem að snýr að þessari ákvörðun sem við vorum með til umræðu hér áðan og líkt og hefur hér komið fram þá þótti okkur eðlilegt að fara aðrar bara réttu leiðina í því og þannig að mér finnst þetta að vera svona svolítið yfir klór að beina þessu hingað en gott og vel það skýra hlutverkið sem að þessi hópur á að gera og bara allt hið besta mál. Takk Trausti Hjaltason fyrir Eyþór Harðarson, gjör svo vel. Forseti, góðir fulltrúar, varðandi þessa bókun úr þessari fundargerð fjölskyldu- og tómstundaráðs að ég stofna starfshóp með aðkomu IPF héraðssamband til að marka framtíðarsýn og varða rekstur og bæjarfulltrúi Íris Óskarsdóttir sagði að
Í þessum hópi eru 11 aðilar frá öllum félögum ekki? Nei, Nú, þeir eru kallaðir til. kallaðir til? Já. Já, Þeir eru ekki að sitja í hóp. Þannig að, hvað er þetta stór hópur? Svona svo ég fái bara Ég skilning. held að það verður að tala um ráðið að verður að tala um 57. Já, en ég sé ekki alveg sé ekki alveg hvað þessi hópur, hver niðurstaða svona hóps nema hann verði þannig að niðurstaðan verði þannig að það komi svona stúku hugmyndir frá hverju einu félagi, 11 félagunum sem við ætlum að glíma við þá næsta árið. Það er að gera allt fyrir alla eða gera allt eftir hugmyndum íþróttafélagana eins og bæjarfulltrúi Íris nefndi áðan og lagði svona áherslu á það að þetta væri það sem IBF íþróttafélag vildi. Mér fannst það ekki vera alveg nógu mikil rök. Mér fannst vanta umræðin kostnaðinn við framkvæmdina og framtíðarkostnað. Þannig að hérna aftur komin ykkur svona nefnd sem að fær mjög erfitt verkefni að ræða við 11 aðildarfélög IBF íþróttafélags til að marka hérna mikla stefnu, en ég skil þig núna, skil bókunna núna allavega. Takk. Takk að Eyþór Haraldssyni fyrir. Gerum stutt fundarhlé.
í lið 5, máli fjölskyldu og tómstundaráðs nr. 226. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessu lið? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Og í kjölfar þeirrar umræðu sem hefur átt sér stað hér á fundunum að þá leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hvetja fjölskyldu og tómstundaráð til að skilgreina hlutverk og tilgang starfshópsins vel og að honum verði sett tímamörk. Æskilegt hefði verið að þessi hópur hefði getað haft áhrif og skoðun á ákvörðun bæjarráðs breytingu á framkvæmdum á íþróttasvæðinu við Hásteinsvöll. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Svo virðist ekki vera, þá skulum við greiða atkvæði. Bæjarfulltrúar gefið atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir. 7 bæjarfulltrúar samþykkir. Förum við í lið 1-4 og 6 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefið atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Við erum að, 1-4 og 6. 7 bæjarfulltrúar eru því samþykkir. Næsta dagskrá er 9. mál, framkvæmd á Hafnaráð nr. 231. Fallið hefur verið frá umræðu í lið 2. Förum við því í lið 4, þar sem óskað hefur eftir umræðu. Það er lóð fyrir slökkvistöð, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Lóð fyrir slökkvistöð. Á fundi framkvæmd á Hafnaráðs 5. september 2018 var ákveðið að skipa starfshóp til að skoða betur staðsetningar fyrir framtíðarhúsnæði slökkvilið Vestmannaeyja. Á fundinu voru þeir Guðmundur Ásgeirsson, Guðlaugur Friðþórsson og Sigursveinn Þórðarsson skipaðir í hópinn ásamt Ólafi Snorrasyni framkvæmdastjóra og Friðrik Páli Arnfinnssyni slökkviliðsstjóra. Auk þeirra hefur Sigurður Smári Benónísson unnið með hópnum. Alltaf ráðgjöf var fengin til þess að vinna kostamat fyrir nýja staðsetningu. Kostamati var unnið út frá skipulagsþáttum og hagrænum atriðum annars vegar og hins vegar út frá skilgreindum umhverfisþáttum í samræmi við aðferðafræði umhverfismats áætlana. Skýrslan nýttist hópnum vel í vinnunni. PC Teiknistofa vann kostnaðargreiningu á breytingum og viðbyggingum. Ákveðið var að skoða eftirfarandi þætti: 1. Staðsetning, 2. Stofnkostnaður, 3. Útfærsla húsnæðis og breytingar á því, 4. Kostur, 5. Gallar. Hópurinn komst að þeirri niðurstöðu að 2 kostir væru vanlegastir, annars vegar viðbygging í norður við austurend áhaldahús og nýbygging í Löngulá. Viðbygging við áhaldahús. Þáttur 1. Staðsetning miðsvæðis í bænum. Aðkoma fyrir slökkviliðsmenn í útkalli nokkuð góð. Útkeyrla á Heiðavegi þokkaleg, en þó betri en á núverandi slökkvistöð. 2. Áætlun upp á 210 milljónir, ófyrirséð 15%. 3. Byggt nýtt ca. 600 fermetra hús, norðan við austurenda áhaldahús og það tengt við áhaldahús. Hús gerð svipað mjög til eldra hús, það er stálgrind eða límtré með klæðningu. Aðstaða fyrir slökkvilið yrði í nýbyggingu og skrifstofur og starfsmanna aðstaða og svo framvegis samnýtis með þjónustumiðstöð. 4. Kostir eru þeir að 2 stofnanir verða undir einu þaki, samnýting á aðstöðu þar að leiðandi, rekstrarleg hagkvæmni. Liggur fyrir að laga þar starfsmanna aðstöðu í áhaldahúsi fyrir núverandi starfsmenni fyrir að minnsta kosti 25-30 milljónir. Deiliskipulag er í vinnslu, getur klárast á 2-3 mánuðum, því væri hægt að hefja framkvæmdir fljótlega. Tækja og bílasalur, slökkvilis fyrir nýtt húsnæði, staðsetning á nánast sama stað og núverandi stöð. 5. Gallinn er sennilega helst og sá að þetta er ekki besti kosturinn staðsetningarlega. Þröngt að komast austur í bæ, fækkar bílastæðin, en hægt að vinna það upp á lóð núverandi slökkvistöðar og framan við inngang í áhaldahús. Nýbygging í Löngulá. 1. Staðsetning er miðsvæðis með gott aðgengi að og frá slökkvistöð. Útkeyrla á Kirkjuveg til allra átta er mjög greið. 2. Áætlun upp á 250 milljónir, ófyrirséð 15%. 3. Byggt nýtt 7-800 fermetra hús með öllu því sem slökkvilið þarf að hafa. 4. Kostir eru þeir að byggt er nýtt hús á besta staði í bænum fyrir slökkvistöð og sjúkrabíla með tilliti til öryggissjónarmiða. 5. Gallar eru að skipulag er ekki til fyrir þetta svæði og gætu skipulagsmál tekið á annað ár. Það gæti haft í för með sig að slökkvilið yrði ekki komið í viðunandi húsnæði fyrir en eftir 3-4 ár.
Jarðvinna frekar dýr ásamt því að færa þar stofnlagnir hitaveitu. Fara þyrfti í endurbætur á mannaaðstöðu í áhaldahúsi, þáttur sem dettur út í lið A, sem kostnaður upp á að minnstakosti 25–30 milljónir. Staðsetning umdeild og gætu risið upp hávarar og langvinnar deilur af því tilefni sem gætu dregið verkið enn frekar. Niðurstaða. Ráðið þakka fyrir minnisblaðið og leggur til að byggð verði slökkvistöð norðan við áhaldahús með sameiginlegri aðstöðu með þjónustumiðstöð samkvæmt tillögum vinnuhóps. Ráðið óskar eftir því við umhverfis- og skipulagsráð að gert verði ráð fyrir viðbyggingu við áhaldahús við vinnu- og deiluskipulagi svæðisins. Fulltrúar meirihluta óska eftir umræðu og eru orðið laust. Guðmundur Ásgeirsson gjörðu svo vel. Forseti, minn pólitíski ferill nú ekki langur, en ég hef hann allan verið með slökkviliðsmálið á borðinu. Ég verð að viðurkenna að ég er mjög ánægður að svo vonandi komið niðurstaða í málið. Ég er líka mjög ánægður með niðurstöðuna. Slökkviliðið mun fá nýtt húsnæði sem mun standast allar nútíma kröfur sem gerðar til slökkvistöða. Þetta mun gjörbylta aðstöðuna þeirra. Málinu var vísað inn til framkvæmda Hafnaráðs eftir umræður á fundi nr. 1537 í bæjarstjórn þann 30. ágúst síðastliðinn. Þar var skipaður hópur sem hafði það verkefni að finna slökkviliðinu framtíðarhúsnæði. Hópurinn hóf störf í október og hittist reglulega þar til hann kláraði störf núna á mánudaginn. Við byrjuðum í nokkrar staðsetningar og kosti sem við könnuðum frekar. Rætt var við einkaaðila þar sem hópurinn sá möguleika fyrir slökkvistöð og svo þegar niðurstöður voru komnar í þær viðræður var alltaf ráðgjöf fengið til þess að vinna kostamat. Þegar kostirnir voru farnir að þrengjast fengum við PSETA teiknistofu til þess að vinna fyrir okkur mat á kostnaði við þá kosti sem við vorum með á borðinu. Eftir þessa vinnu voru eftir 2 kostir sem báðir eru mjög góðir. Eftir góðar umræður í framkvæmda Hafnaræði á þriðjudaginn komust allir í ráðinu að sameiginlegri niðurstöðu að leggja til að byggja nýja slökkvistöð við áhaldahúsið og samnýta þar starfsmannaaðstöðu með starfsmönnum áhaldahússins. Þessi kostur var talinn hagkvæmastur bæði í framkvæmdinni sjálfri og einnig sem ekki síst mikilvægt í rekstrarkostnaði til framtíðar. Það er mitt mat að faglega hafi verið staðið þessar ákvörðun og hún vel ígrunduð og að lokum urðu allir sammála hann í ráðinu, sem að mínu mati er mjög mikilvægt, enda kostnaðarsama framkvæmd að ráða fyrir sveitarfélagið. Takk Guðmundur Ásgeirsson fyrir, Trausti Hjaltason gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Þetta er virkilega ánægjulegt að sjá að ráðið er hér komið að einróma niðurstöðu og að menn hafi verið sammála þarna niðurstöðu og vil bara hrósa Guðmundi Ásgeirssyni bæjarfulltrúa fyrir velunnin störf sem formaður ráðsins og ráðsmönnum öllum eru greinilega lagt mikla vinnu í þetta og búin að skoða alla kosti vel og fara yfir rekstrarkostnað og framkvæmdakostnað við alla liði og greinilega búið að greina þetta allt saman vel og þess vegna sýnist mér þeir bara teka undir með ráðinu að þessi kostur er augljóslega sá hagkvæmasti og bæði varðar rekstur og framkvæmdakostnað þannig að ég bara tek undir niðurstöðu ráðsins með þennan kost og vonandi verður hægt að fara í þetta sem fyrst og það er auðvitað mikilvægt að núna þegar kreppir að hjá fyrirtækjum hér að Vestmannaeyjabær geti spýtt í framkvæmdir og framkvæmt og sett smá líf í atvinnulífið þannig að þetta er stór framkvæmd og ánægjulegt að það sé komin niðurstaða minnstakosti í ráðinu og vonandi ber okkur kyrkjæfa í bæjarstjórn til þess að afgreiða málið og þannig að bara ánægjulegt. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir, fleiri sem vilja tjá í þessu máli, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já ég vil taka undir orð bæjarfulltrúa Trausta með það að verulega ánægjulegt að við séum komin hérna að fjalla þessa einróma ákvörðun fagráðsins og ég er sammála fylgiskjalið sem að fylgdi vel með málinu líkt og kom fram í máli formanns var
vel unnið og það var augljóslega búið að taka vel tillit til allra þátta, kostnaðar, framkvæmda hraða og ég held að það sé ekki síst það mál sem að skipta stóru máli fyrir slökkviliðið. Að það bráð þörf á bættu húsnæði og sá kostur sem að ráðið leggur til tryggir það að við fáum verulega bætta aðstöðu fyrir þessa mikilvægu þjónustu í samfélagið okkar á ásættanlegum framkvæmdatíma og þannig að rekstrarhagræði hljótist af með samnýtingu við aðrar stofnanir og samrekstri með öðrum stofnunum. Þannig ég óska formanni til hamingju með þessa niðurstöðu. Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gerðum athugasemdir hér í ágúst við það þegar var verið að fara með þessa ákvörðun í aðra leið og við erum bara þakklátt fyrir það að þeim ábendingum var vel tekið og það var farið í þetta verkefni af miklum heilindum. Takk fyrir það. Takk að Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig í þessu máli. Takk að Arnarsson gerir svo vel. Forseti, ég tek undir hvert einasta orð sem hér hefur verið sagt þennan lið. Ég held að þessi mjög ánægjulegt að þessi hópur hafi skilað af sér, framkvæmt af hafnaráð á mikið hróskili fyrir að hafa tekið þetta mál með þeim hætti sem það gerði. Það var skipaður hópur og í honum sátu Guðlaugur Friðþórsson, Guðmundur Ásgeirsson, Sigursveinn Þórðarsson ásamt Friðriki Páli Arngrímssyni og Ólafi Snorrasyni. Það er að segja Arnfinns, sagði það ekki? Arnfinnssyni heitir slökkviliðsstjórinn okkar. Þessi hópur skilaði alveg rosalega góðu og vönduðu plaggi sem að hér hefur verið lagt fram og ég vil nota þetta tækifæri og hrósa þessum hópi fyrir ákaflega vel unnin störf sem og framkvæmd á hafnaráði. Mér langar með leyfi forseta að lesa upp bókun sem er svo hljóðandi ef að því kemur að félagi mínir hérna mér á hægri hönd vilja taka undir þetta með okkur. Bæjarstjórn þakkar framkvæmd á hafnaráði fyrir þessa faglegu vinnu og lýsir ánægju sinni með þá niðurstöðu að byggja nýja slökkvistöð til norðurs við áhaldahúsið. Er að ræða löngu tímabæra framkvæmd og vonust við til að nýja slökkvistöðin muni reyna slökkviliðinu og sjúkraflutningafólki vel í framtíðinni. Og ég var búinn að bæta smá við, þakka framkvæmd á hafnaráði og starfshópnum sem skipaður var fyrir þessa faglegu vinnu. Takk að Máni Ragnarssoni fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig í þessu máli. Einar Harðarsson gjörðu svo vel. Forseti og yfirtrúar. Þetta nú eiginlega ánægjulegasta málið á fundinum og þó maður hafi svona í flest skiptin komið upp í dag og sett eitthvað út á þá sem eru hérna í meirihluta. Þá ætla ég að lýsa yfir ánægju með störf þeirra í þessu máli og sérstaklega bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir hans þátt í fagráðinu. Ég hef það eftir mínum fjölögum þar að ég lýsi við mikilli ánægju með störf hans og fagmennsku í þessu máli og öllum málum reyndar. Þannig að fyrir það ber að þakka. Einnig þarf að þakka þessum fjórum bæjarfulltrúum hérna sem að vísuðu svo sem málinu aftur í ráðið. Þannig að þetta var margra manna verk. En þetta sýnir líka að þegar að hlutirnir eru ræddir fram og tilbaka þá fæst yfirleitt best niðurstaðan. Og þetta eru það stóra ákvarðanir að menn verða að vanda sig. Og vegna þessa þá erum við með svona svipaða bókun. Það sem að kannski Sjálfstæðisflokkurinn aðeins ofta nefndur heldur en hún hljóðar svona. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir ánægju með niðurstöðu fagráðsins í málinu
Á 1537. fundi bæjarstjórnar Vestmannaeyja lögðu bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram bókun í ljósi nýrra gagna væri ákjósanlegra að skoða betur aðra kosti sem bent var á í minnisblaðinu og bentu á mikilvægi þess að taka með í reikninginn umhverfissjónarmið, rekstrarhagkvæmni og kostnað en jafnframt að öryggi íbúa sé ávallt tryggt eins og best verður á kosið. Í kjölfarið voru kostirnir yfirfarnir aftur að framkvæmda á Hafnaráði og komist að þeirri niðurstöðu sem hérum ræður. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna niðurstöðunni sem tryggir verulega bættan húsakost slökkviliðsins á ásættanlegum framkvæmdatíma. Rekstrarkostnaði haldið í lágmarki ásamt því að lágmarksröskun verður á skipulagsreitum sveitarfélagsins. Takk. Þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar tjá sig? Íris Ómarsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ákveð að koma hérna upp af því það gefst nú ekki oft tækifæri til að þakka fyrir hrós hér á þessum fundum og vil bara þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir hrósið sem hann nú lenda líka búin að veita mér á Þorrablóti Akokes en við höldum því á milli atriða. En það hefði náttúrulega verið betra eins og Eyþór kom sjálfur hérna inn á áðan að við 4 vísuðum málinu tilbaka. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins voru því miður á móti því. Þrátt fyrir það að vera með þessa bókun á fundinum sem sneri að því að málið þetta verið betra farvegi og eins og ég fór yfir á þeim fundi og við Eyþór höfum rætt nokkur sinnum eftir það, ég og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson, að ég vissi ekki betur að því síðast líka þegar þetta kom hérna inn, þá var fagráðið allt sammála og ég vissi ekki betur en að það væri bara allir sammála því fagráðið kom heilt á bak og leið og við vissum að það var þannig að það voru ekki allir heilir á bak við þetta. Þá var sjálfsagt að vísa málum tilbaka og það hefði farið vel á því að það hefði farið 7-0 þegar við höfum verið að vísa því tilbaka. Af því við getum öll verið stolt af þessari ákvörðun sem við erum að taka í dag. Þakka Íris Ómarsdóttir fyrir. Það eru fleiri sem vilja tjá sig í þessu máli. Njáll Ragnarsson gjörðu svo vel. Við skulum ekki vera leiðir. Ég fer frá Fleiri sem vilja tjá sig. Já, hættu við. Þið þá líka hættið? Getum við beðið í einu mynd? Þurfum ekki að bíða. Nei. Með smíðið. Við skulum þá greiða atkvæði. Já, við leiðum bara. Þeir bæjarfulltrúar sem eru sammála gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem að gefa atkvæðamerki. Þá förum við í lið 1 til 3 og 5 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir. Og við komin í 10. mál sem er fræðsluráð nr. 314. Óskað hefur verið eftir umræðu í fyrsta lið. Skóladagatal, samræmd dagatöl, skóla- og frístundavers. Skóladagatal, samræmd dagatöl, skóla- og frístundavers. Framhald af 3. máli 313. fundi fræðsluráðs 5. mars 2019. Niðurstaða. Áætlað er að sumarlokun leikskólana sumarið 2020 verði 7. til 24. júlí og auki vel í forræðamenn 2 vikur til viðbótar, þannig að leyfi barns verði samfellt 5 vikur. Stefnt er að því að gæsluvöllurinn Strönd verði opinn meðan sumarlokun leikskólana stendur yfir. Þá verða leikskólarnir lokaðir vegna starfsdaga 2. september, 4. október, 27. og 30. desember og 2. janúar. Kennarar GRUF hefja störf 15. ágúst, skólasetning verður 23. ágúst, starfsdagur er 4. október og vetrarleyfisdagar verða 24. til 29. október. Jólaleyfi hefst 21. desember, starfsdagur er 7. janúar og mæta nemendur í skólan 7. janúar. Páskaleyfi frá 7. til 13. apríl og starfsdagur 24.
og 27. apríl. Þá starfsdagur 8. júní og síðan skólaslit 9. júní. Frístundaver verður opið virka daga skólaársins kl. 12:30 til 16:30. Boðið verður upp á heilsdagsvistun dagana 16. til 22. ágúst, 4. október, 24. til 25. og 28. til 29. október, 5. nóvember, 2. til 3. janúar, 7. janúar, 12. febrúar, 7. til 8. apríl, 27. apríl og 8. júní. Lokað á starfsdögum frístundavers sem 15. ágúst, 27. og 30. desember og 24. apríl. Fræðslur á fagnar því að sumarið 2020 standi barnafjölskyldum á leikskóla meiri sveigjanleiki til boða en varðar sumarfrí barna. Dagatalið samþykkt. Minnihluti hefur óskað eftir umræðu og orðið laust. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, hér var að fundargerð frá því í fyrra dag hjá Fræðsluráði og var hér verið að þylja upp liðinn skóladagatal næsta árs og það eru þarna verið að gera fyrst og fremst breytingar varðandi opnunartíma leikskóla og sem sagt sumarlokanir leikskóla réttar sagt. Og verið að taka þarna upp nýja aðferð og það allavega þeir ráðsmenn sem ég hef rætt við gátu ekki upplýst mig eða sögðu að það hafi ekki verið komið fram hver kostnaðurinn við þá aðgerð væri og hversu mikill kostnaðaraukning það væri fyrir Vestmannaeyjabæ að breyta þessu svona og mér langar bara að vita hvort að bæjarstjóri geti upplýst mig hvort að hún hefði einhverja vitneskju það, hvaða kostnaður væri á bakið. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir, Íris Ómarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Hér verið að fjalla leikskóladagatal fyrir sumarið 2020. Þetta varðar ekki fjárhagsáætlun 2019, þannig að ég hef ekki fengið upplýsingar þessar tölur. Það hefur verið gott að fá að vita að þetta væri spurning í þessu máli, það hefði getað verið bara búin að kanna það. En ég veit að þetta hefur einhvern áhrif á samningin við Sóla, en við þurfum alltaf að leysa málin þannig. Starfsmenn leikskólana eiga margir hverjir sem betur fyrir erum við með starfsmenn sem hafa starfað lengi og eiga allt upp í 6 vikna sumarfrí, þannig við erum að leysa ýmislegt með því að við þurfum að láta leysa þá af að því leikskólinn hefur verið lokaður í 4 vikur. Þetta eru 2 vikur, þetta er viku minni lokun sem þýðir að hvert foreldri þarf að velja 2 vikur í viðbót. Börnin eru núna í burtu í 5 vikur og það þarf í rauninni að stilla þessu upp þannig að það er ekki víst að þetta nýtist. Þeir vilja ekki meina að það verði nema tilfallandi kostnaður á kirkjugerði og ég get bara því miður ekki upplýst kostnaðinn á Sóla að því það er ekki búið að reikna það út mér vitandi gagnvart því, en það á ekki að vera þannig tala að hún hefur náttúrulega, þetta verið ekkert áhrif á reksturinn 2019 en þetta var, og ég get upplýst það að í ráðunum var talað að gera þessa tilraun til að sjá og þá að auglýsa snemma og foreldrar eiga að sækja það er ekki víst að þessar vikur nýtist, þetta er rosalega mikil breyting en var gerð á ósk foreldra og hefur verið unnið þarna í ráðinu en það er alltaf, við erum alltaf að leysa það að við erum með fólk á leikskólanum sem þarf 6 vikna frí, þess vegna hefur leikskólastjórunum þótt mjög gott að loka skólanum í 4 vikur en þeir sem eru að nýta þjónustuna hafa gagnrýnt það og þetta er tilraun sem er gerð til 1 árs og sjálfsögðu verðum við komið með fullkomlega hvað það kostar þegar við förum að vinna það. Takk Íris Ómarsdóttir fyrir, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, mér þykir þetta mál ánægjulegt. Þetta er mál sem hefur oft komið til umræðu og er til þess fallið að bæta þjónustu fyrir fjölskyldufólk og ekki síst líka, þetta er auðvitað mikilvægt fyrir atvinnulífið, þá sem eru með starfsmenn sem eru með börn í leikskóla, að það er ofta ansið þröngur
tími sem að þeir starfsmenn geta farið í sumarleyfi þar sem að við auðvitað erum að svona stilla því upp samkvæmt lokunum leikskóla. Þannig að mér finnst verkefni spennandi, en mér finnst það samt, ég verð að segja það hér, mér finnst það óábyrgt, þrátt fyrir að þetta sé á fjárhagsáætlun næsta árs, að þá er verið að samþykkja kostnaðar auka, þetta er aukin, eins og við höfum fjallað áður hér á þessum fundi, aukin rekstrarkostnaðar fyrir Vestmannaeyjabæ og hann liggur ekki fyrir. Þannig að ég vil bara benda á það, mér þykir óþægilegt að samþykkja mál þegar ég veit ekki nákvæmlega hvaða fjárhæðir eða afleiðingar samþykktin hefur í för með sér. Takk að Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Berri Íris Ópsdóttir Björnsson. Ég get alveg verið sammála Hildi, það er mjög erfitt að samþykkja eitthvað sem þú heldur að hafi aukin rekstrakostnaði í för með sér. Staðan með þetta máli er að þetta, eins og ég sagði áðan, mun hafa einhver áhrif á samninginu hjá Sóla. Okkur er algjörlega í sjálfsvald sett að taka upp skóladagatalið ef það er það sem Hildur er að leggja til, og vegna þess að við erum eftir að fara í fjárhagsáætlun að vinna fyrir 2020. Við erum að tala um, þetta er eftir, við erum í mars núna, við erum að tala um júlímánuð 2020. Ef að út úr þessu kemur að þetta er einhver gríðarlegur aukinn kostnaður fyrir Vestmannaeyjabæ, þá munum við að sjálfsögðu þurfa að gera breytingar á því. En upplýsingarna sem ég fékk var að þetta væri það ekki. Þetta er aukinn þjónustu við barnafólk og mig langar bara að spyrja Hildi Sólveig Sigurðardóttur, ertu að leggja það til að við hættum við þetta? Takk að Íris Ópsdóttir fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Nei, ég meina, við getum alveg gert það. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Til þess að svara þá væri það kannski bara ágætt og ég held að við myndum bara leggja fram hérna tillögu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Við leggjum til að afgreiðslu málsins verði frestað þar til að fyrirleggur kostnaður fyrir sveitarfélagi við tillögu sveigjanlegri opnunartíma á leikskólum. Fyrir ekki hægt að taka ábyrg og upplýsta afstöðu til málsins. Það er eflaust eðlilegast að vísa því það aftur bara í fræðsluráðherra. Já. Þannig að hún verður svona. Takk að Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Vil ég ræða þessa tillögu nánar? Maður sjá aðeins. Ef við taka stutt fundarhlé. Já, tökum nokkra mynd. Þetta er kostnaður, við höfum að vísa sem í bæði.
Skulum þá byrja aftur. Við erum í lið 1 í fræðsluráðinu með 314. Við erum að ræða tillögu. Það eru fleiri sem vilja ræða tillögun áður en við göngum til atkvæðagreiðslu. Þá skulum við bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir tillögunni. Það eru 3 bæjarfulltrúar sem eru samþykkir tillögunni. Það eru bæjarfulltrúar sem eru á móti tillögunni. Það er engin bæjarfulltrúi á móti. Þannig að 4 bæjarfulltrúar sitja hjá. Og Njáll Ragnarsson gerur svo vel að gera grein fyrir atkvæði sínu. Ég sit hjá í málinu. Mér hefði þótt eðlilegra að þetta mál, þar sem við erum að ræða kostnað, að það færi sinn veg inn í bæjarráð, þar sem að fjárhagsáætlunargerð heyrir þar undir. En ég ætla ekki að greiða atkvæði á móti því að þetta fara aftur til fræðsluráðs, en ég hef þó athygli á því að skóladagatalið það á heima að mínu mati inn í fagráðinu. En þegar kemur á peningútgjöldum og útreikningu og slíku, að þá finnst mér það meira eiga heima inn í bæjarráði. Þannig að ég ætla að sitja hjá í þessu máli. Þakka Njáli Ragnarsson fyrir. Þá förum við í lið 2-4 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir. 7 bæjarfulltrúar eru samþykkir. 11. mál, umræða samgöngumál. Fulltrúar meirihlutans óskuðu eftir umræða er orðið laust. Íris Ógústsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það er margt að gerast í samgöngumálum okkar eiginmanna þessa dagana og bara í dag er verið að ljúka við vonandi. Ég hef ekki getað tala við varaformann stjórnar Herjólfs OHF vegna þess að ég er á bæjarstjórnarfundi, en í dag var verið að vinna að samningi þurrlögu á gamla Herjólfi, viðbót við það vegna þess að við erum að fara að byrja að sigla á þeirri ferju og það var ekki gert ráð fyrir því í þjónustusamningnum og það þarf náttúrulega að gera samning um það og það er verið að klára hann í dag. Við erum ennþá að bíða eftir nýja Herjólfi eins og enginn hefur farið varhluta að þeirri umræðu þessa viku og staðan er þannig að Vegagerðin er með tilboð á borðinu til skipasmíðastöðvarnar að greiða þessi 15% sem upp á vantar, greiða fyrir samin aukaverk sem eru meðal annars breytingarnar, rangt sem kom fram í vikunni að breytingarnar á skipinu á smíðatímanum hafi komið öllum óvörum og væru hluti af þessum aukakostnaði. Það er ekki rétt. Það var skrifað undir samningi kringum þá breytingar og öll aukaverk sem Vegagerðin hefur beðið hefur verið gerð skriflegur samningur til viðbótar við upphafilegan smíðasamning. Og það eru þeir samningar og þessi 15% sem Vegagerðin er búin að bjóðast til að gera upp og setja í gerðardóm dagsektirnar sem eru orðnar í kringum milli 270 og 80 milljónir að mati Vegagerðarinnar samkvæmt samningnum og þessa kröfu sem skipasmíðastöðin er með uppi. Vegagerðin hefur haldið okkur upplýstum ferlið en auðvitað er þetta grátlegt að við skulum vera í þessari stöðu. En það skal líka tekið fram, þrátt fyrir það að komi hér fram í blöðum og viðtölum við ákveðna aðila, að skipið sé bara búið að vera tilbúið með signalum í marga daga og jafnvel vikur úti, þá er það rangt. Það er ennþá, ég fæ vikulegar skýrslur og fleiri aðilar í smíðanefndinu og aðri fá vikulegar skýrslur með þessum dagsetningum. Og síðast þá tókum við inn í bæjarráð, þá vorum við að horfa á 29. mars, núna eru menn að horfa á næstu viku, endan á næstu viku. Það er bara alltaf verið að ljúka einhverjum litlum verkum, Samgöngustofa er langt komið með sitt en það þarf að gera einhverja breytingar. Pappírarnir eru ekki stimplaður og klárar eins og kom fram í fjölmiðlum vegna þess að Samgöngustofa getur ekki klárað sitt hlutverk, klárað að stimpla pappírana fyrir búið að þinglýsa skipinu á Vegagerðina. Því Samgöngustofa klárar ekki fyrir eigandinn sem eigandi skipsins er hann þinglýstur, fyrir er ekki hægt að klára pappírana fyrir Samgöngustofa. Þannig að þetta er leiðilegt og neikvætt þessu umræða sem hefur verið, en við treystum náttúrulega á það að Vegagerðin klári þetta. Það eru samningaviðræður í gangi og skipið komi fljótlega heim, af því það skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Og þetta verður ofboðsleg að mikil samgöngubót í landi Höfn, öll aðstaða fyrir farþega til fyrirmyndar, flottur salur og bara, þú veist, þetta verður frábært og það er mikil tilhlökkun hjá mörgum yfir að fá nýtt skip.
En mér þykir verst að ekki sé búið að opna Landeyjahöfn 28. mars. Og við höfum nú verið gagnrýnd fyrir það, ég og fleiri í fjölmiðlum, fyrir það að vera kvart undan afkastagetu björgunar, og framkvæmdastjóri björgunar tekur reglulega upp það að afkastageta þeirra sé í lagi. Hún er í lagi miðað við útboðið. Útboðið er gallað. Þeir eiga að geta dælt og opnað höfnina á tíma sem er algjörlega óásættanlegur. Það er ekkert verið að biðja þá að geta mokað ákveðið mikið hvern dag þegar viðrar til dýpkunar. Það er talað tímabilið eins og núna, þeir byrja 1. mars og eiga dýpka núna fram til 15. maí er glugginn, og þeir eiga geta opna höfnina á þeim tíma. Þeir hafa allan þennan tíma undir. Þetta er bara allt og langur tími. Hver dagur skiptir okkur máli, og við höfum verið mjög samstígað í bæjarstjórn þetta og gagnrýndum það harðlega að viðkomandi verktaki fengið þetta, ekki að því við erum eitthvað á móti þessu fyrirtæki, heldur við höfum áhyggjur af því að tækin sem viðkomandi verktaki er með sé ekki nógu góð. Og svo er það líka mjög sérstakt að horfa upp á það að þegar var talað að það yrðu jável 3 tæki, Sóley reyndar átt að taka rifið, sem betur fyrir var ekkert á rifinu, en hún hefur ekkert komið hingað, Pétur Mikli hefur ekkert komið hingað, Dísan er búin að vera ein. Þannig auðvitað er þetta óásættanlegt fyrir okkur. Og svo er náttúrulega stóri hluturinn sem við verðum að fara í núna í vetur, það er að eyða þessum dýpkuna tímabilum. Það að frá 1. nóvember fram til 1. mars eigi ekkert að dýpka í landinu. Við erum að fá nýtt skip sem þarf miklu minni viðhaldsdýpkanir heldur en núverandi skip, og það er algjörlega fáránlegt að menn ætli sér ekki að dýpka í höfninu á þessum tíma. Og ráðherra sagði hér á opnum fundi sem hann var með hérna, hann tók undir það að þetta væri ekki í lagi. Við yrðum að gera breytingar á þessu og vegumálastjóri hefur tekið vel í þetta, en auðvitað vantar Vegagerðinni fjármagn til þess að setja dýpkun á þetta tímabil, en fyrst að ráðherra tók svona vel í þetta á opnum fundi, að þá hlýtur hann að koma með okkur í þetta þegar verður farið að vinna fjárlögin í haust. En að lokum þá vil ég óska félaginu Herjólfi, eða Vestmannaeyjaferjunni Herjólfi OHF, góðs gengis. Við munum taka við rekstrinum á laugardaginn, núna 30. mars, og ég vil líka þakka Eimskip fyrir þjónustu sem þeir hafa verið að veita okkur frá 2006. Þeir hafa flutt 3,2 milljónir farþega, sem eru stórar tölur, og ég vil þakka þeim fyrir það. Ég er hérna með bókun, ég kannski leyfi fólk að tjá sig áður hún kemur fram. Ég með tillögu að bókunni í þessu, með leyfi forseta. Bæjarstjórn Vestmannaeyja lýsir vonbrigðum með að ekki skuli enn vera búið að ljúka dýpkun í Landeyjahöfn. Þegar marsmánuðurinn nánast á enda er höfnin enn lokuð þrátt fyrir að lítill sandur hafi verið í henni eftir veturinn. Nú styttist óðum í að smíði nýrrar Vestmannaeyjaferju ljúki og hún verið tilbúin til afhendingar. Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum standa yfir samningaviðræður milli pólsku skipasmíðastöðvarinnar og íslenska ríkisins loka kleiðslur, en enn er óljóst hvenær þeim lýkur. Bæjarstjórn bindur þó voni við að viðræðunum ljúki fljótlega og beini þeim óskum til samgönguráðherra og Vegagerðarinnar að hraða afhendingu ferjunnar eins og frekast er unnt. Ekki þarf að fjölyrða þá miklu samgöngubót sem fylgir nýrri ferju og mikilvægi hennar fyrir fólk og fyrirtæki í Vestmannaeyjum og þá ferðamenn sem áforma að heimsækja eyjuna á næstunni. Vestmannaeyjaferjan Herjólfi OHF, sem er opinbert hlutafélag í eigu Vestmannaeyjabæjar rekstur ferjunnar, mun taka við rekstri Herjóls á laugardaginn kemur þann 30. mars 2019. Það til nýr ferja verður afhent Vestmannaeyingum mun félagið annast rekstur gamla Herjóls til að sigla milli lands og eyja. Bent er á að nýsiglingaáætlun mun taka gildi frá með laugardeginum. Við yfirfærsluna kunna hugsanlega koma truflanir eða röskun og mikilvægt er að forráðamenn nýja félagsins haldi eyjamönnum og öðrum ferðamönnum vel upplýstum stöðuna, siglingatíma, bókanir eða breytt fyrirkomulag. Ekki er við öðru að búast en að jákvæð samfélagsleg áhrif verði gríðaleg fyrir fyrirtæki í eyjum og ferðaþjónustu og íbúa alla. Og endingu, smá viðbót hérna. Að endingu, bæjarstjórn þakkar jafnframt Eimskip Sæferðum fyrir þjónustuna undanfarin 13 ár. Þakka Írisu Róbersdóttur fyrir, vilja fleiri tjá sendi þessum lið. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, þetta fastur liður samgöngur. Við bíðum óþreyju full eftir nýrri ferju og maður fylgist bara með gangi mála og vonar að þetta leysist allt saman, þetta málmálana. Og í þessu öllu saman Vestmannaeyjabær að taka yfir resturinn núna á laugardaginn sem afskaplega spennandi og við það fjölgar ferðunum og verða þarna breytingar á þjónustuliðum sem allt saman jákvætt og skrif í rétta átt og vonandi ber okkur gæfa til að gera þetta allt saman vel og tek undir bara þessa bókun hér sem bæjarfulltrúi las upp og tek undir það að við þökkum auðvitað Eimskip fyrir veitta þjónustu í gegnum árin. Þetta eru vissulega tímamót sem eru hér framundan og vonandi verður þetta gott og farsælt skref fyrir okkur. Það síðan auðvitað þarf að fylgja þessu öllu saman eftir, hvernig verður með gömlu ferjuna og annað að felast í þessu alls konar tækifæri sem við þurfum að nýta okkur og við þurfum að vera á tánum í þessu og það ekkert einhver endapunktur þó að sé að koma ný ferja nema síður séð, þá þarf að sækja áfram veginn og halda áfram að bæta hér samgöngur og halda áfram að taka þessi skref fram á við og það fullt af tækifærum í þessu og ég veit að bæjarfulltrúar munu áfram standa saman í því að fá ríkið til að standa við sína plikt í þessu og fá Vegagerðina til að halda áfram að leysa þessi dýpkunarmál og þessi atriði sem snúa höfninni. Það að mörgu að hyggja í svo margt en þá óleyst, þannig að það nægur verkefni. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum leið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég sammála því sem hér hefur komið fram. Við erum að standa frammi fyrir ofboðslega spennandi tímum og eðlilega þá eru menn gríðarlega spenntir en jafnframt verður eftirvæntingin meiri og kannski þolinmæðin verður takmörku auðlind þegar við vitum að það svo stutt í að Landeyjahöfn opni og við í rauninni erum auðvitað öll hér inni ofboðslega ósátt með það hvernig hefur verið staðið að þessu og að við séum ekki að sigla í dag í Landeyjahöfn og það sem líka áhugavert að því hún Íris Óksdóttir bæjarstjóri minntist á greinina frá það sem að Björgun talar og hann einmitt það sem talað dýpið og hann vill þar endilega taka fram að dýpið sé nægt og hafi verið siglt áður við sambærilegar aðstæður. Ég vildi bara kannski beina spurningum minni til bæjarstjóra hvernig nákvæmlega staðan á þessu, hvað eiga þeir mikið eftir, hvenær vænta þeir að Herjólfur og Höfn náttúrulega eins og er komið hér fram að fara að taka við siglingum á laugardaginn, munum þeir sjá fram á að geta siglt til Landeyjahafna fljótlega. Ég vil líka taka það fram eins og kom fram í máli Trausta varðandi þessa þjónustuaukningu sem við erum að sjá fram á, að það sé rýmri siglingatími, við erum að byrja að fara, fólk strax og við varst í það, við erum að byrja að fara fyrr á morgnana og við þurfum ekki að fara í þessa gríðarlega og það munar nú alveg minna núna í þessu árferði sem svona í dag og jafnvel yfirvofandi, að þurfi ekki að vera að reiða 20.000 fram fyrir einingakort, inneignakort í lán til stórfyrirtækja. Þannig að það gríðarlega gott að sá þáttur að fólk getur fengið sinn afslátt strax. Þannig að ég gríðarlega spennt fyrir þessari ferju. Ég vænti mikils af henni og ég gríðarlega spennt yfir því að þeir fara að opna Landeyjahöfn sem allra fyrst, af því að eins og hefur komið fram hér þá allt undir og hver einasti dagur skiptir máli og vonandi fer þetta alltaf að líta betur út.
En eins og ég segi, ég vil kannski svona aðeins fá heyra frá bæjarstjóra varðandi dýpismál og vonandi að þessi samningamál varðandi skipið að það þurfi ekki að vera bundið í Pólandi tilbúið og mér skilst að ég veit ekki hvort að ég allavega heyrði því fleygt í dag að áhöfnin sjálf var í leiðinni heim en ég allavega vona og biðum það að þau skipið komi sem allra fyrst. Það okkar allra hagur og okkar allra vilji. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttur fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls. Íris Róbsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Fyrst varðandi það að bæjarfulltrúar Hildur Sólveig Sigurðardóttir sagðist að heyrði fleygt að áhöfnin væri á leiðinni heim. Það hluti áhöfnar á leiðinni heim vegna þess að það vantar áhöfn til að sigla Herjólf. Þeir geti ekki verið úti vegna þess að fólki sem að vinna hjá Eimskip núna hætt á laugardaginn. Þess vegna eru þeir kallaðir heim. Þannig það ekki það að menn haldi að skipið sig ekki á leiðinni. Það þarf bara að sigla heim með 5 manna áhöfn og þeir eru 3 skipstjórarnir úti, 3 vélstjórarnir og annað og þetta fólk verður að koma heim svo hægt sé að sigla skipinu. Varðandi dýpið þá kom það og gaf Vegagerðin út tilkynningu þarna 19. mars, síðasta dýptamæling var 18. mars og þá leit höfnin mjög vel út og þeir sögðu í þeirri tilkynningu að þeir þyrftu tæpan 1 dag, eitthvað svoleiðis, björgun til að opna. Einhverjir mér fróðari sögðu að höfnin væri nánast tilbúin en það bara eins og á hverju vori. Það eru alltaf skipstjórar Herjólfs sem ráða hvort þeir sigla þarna. En samkvæmt upplýsingu frá Vegagerðinni þá telja þeir að það þurfi mjög lítið en nota bene, núna 28. mars, það hefur ekki verið hægt að mæla síðan 18. Ég talaði við framkvæmdastjóra Herjólfs í gær og varaformann stjórnar Herjólfs OHF í dag. Þeir binda vonum við það að verði reynt að mæla á laugardaginn. Það kemur smá gluggi og þeir eru vonast til þess að hægt verða að mæla og þess vegna til dæmis bara búið að gefa út fyrri ferðina í Þorlákshöfn á laugardaginn. Það búið að gefa hann út klukkan 7 þá að því menn eru að binda vonir að hægt sé að mæla og vonandi lítur höfnin bara mjög vel út. En það síðasta fregnirnar sem við fengum af þessu óveðri sem búið að geysa í 10 daga að það væri cirka 1 dagur eftir. Þakka Íris Róbsdóttur fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo virðist ekki vera. Ekki meira á dagskrá fundar. Næsti fundur bæjarstjórnar 5. 11. apríl næstkomandi. Fundur hér með slitið. Klukkan 21:27.